Fundurinn haldinn á Tjaldagötu 12 klukkan 17 þann 5. júní 2018. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Árni Sigfússon, Ísak Ernir Kristinsson, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson og sá sem hér stendur Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni. Það eru 10 mál á dagskrá fundarins en þau eru: Númer 1. Fundargerð bæjarráðs frá 17., 24. og 31. maí. Númer 2. Fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 11. maí en til viðbótar mun forseti gera tillögu sinni að fundargerð frá 18. maí verði einnig tekin á dagskrá. Númer 3. Fundargerð barnaverndarnefndar frá 14. maí. Númer 4. Fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 15. maí. Númer 5. Fundargerð menningarráðs frá 17. maí. Númer 6. Fundargerð fræðsluráðs frá 25. maí. Númer 7. Persónuverndarstefna Reykjanesbæjar og það seinni umræða. Númer 8. Stefna í málefnum eldri borgara í Reykjanesbæ frá 2018 til 2028 og það fyrri umræða. Númer 9. Upplýsingatæknistefna Reykjanesbæjar fyrri umræða. Og að lokum 10. liður slitafundur dvalarheimilis aldraða á Suðurnesjum frá 30. maí 2018. Tekin fyrir fyrsti dagskrárliður en það eru fundargerðir bæjarráðs frá 17., 24. og 31. maí. Orðið er laust. Ísak Ernir Geirsson. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara rétt að kveða mér hljóðs hér undir fundargerð 1172. fundi bæjarráðs frá 17. maí 2018, 7. liður, og ætla nú bara að lýsa yfir ánægju minni með ákvörðun bæjarráðs að leggja til hljómahöll undir sameiginlegan framboðsfund í aðdraganda kosninga. Þessi fundur heppnaðist virkilega vel. Öll framboð sem buðu fram fyrir kosningarnar nýverið mættu. Málfundafélagið Faxi hélt utan fundinn og hann heppnaðist alveg afskaplega vel í samvinnu við Víkurfréttir. Þannig að ég vildi bara rétt minnast á þetta. Bæjarstjóri Geirsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mér langaði aðeins að stikla á nokkrum málum í bæjarráði þessum lið. Það í fyrsta lagi í fyrsta máli fundar frá 17. maí. Það að segja Stapáskóla, en eins og bæjarfulltrúar vita þá var afgreiðsla bygginganefndar og Reykjanesbæjar á tilboðum í byggingu við Stapáskóla, þeim var öllum hafnað og verktakinn kærði málið til kærunefndar úrskurðarnefnd kærumála. Já. Og það hefur tekið nú tíma sinn að við höfum verið að bíða eftir niðurstöðu úr þeirri kæru, en í síðustu viku fengum við á þriðjudaginn fyrir viku þá fengum við skilaboð í gegnum Ríkiskaup að nefndin ráðgerði að svara okkur fyrir lok síðustu viku og þegar að svarið var ekki komið eftir hátíð á föstudag þá höfðum við samband við kærunefndina aftur og þá var svarið það að þeir hefðu ekki því miður geta klára málið í vikunni en það kæmi svar á mánudaginn, sem sagt í gær. Og það síðan kom, en það var ekki svar heldur voru það viðbótar spurningar ferlið. Og við erum núna við höfum 10 daga til að svara þeim spurningum og svo eflaust hefur nefndin einhverja daga til þess að bregðast við því. Þannig að þetta mál ekki búið, en enn í vinnslu og við munum taka saman svar við spurningunum og
og væntanlega kynna það fyrir ykkur ágætu bæjarfulltrúar þegar að það svar liggur fyrir. Það eru fleiri mál hérna. Ég ætla líka að segja ykkur í sambandi við 5. mál í sömu fundargerð atvinnu- og þróunarsvæði á Miðnesheiði til upprifjunar að þá sem sagt komust sveitarfélögin og Isavia að sameiginlegri niðurstöðu hvernig við sæjum þetta fyrir okkur, þetta samstarf. Og aðeins til upprifjunar að þá ríkið aðalandeigandi hér upp á heiðinni og við höfum verið að kalla eftir því að þeir kæmu í samstarf við okkur þessi mál. Nú ríkið bað okkur að komast fyrst að samstöðu, það er að segja sveitarfélögin hér fyrir sunnan og svona maður skynjaði að það var svona ákveðin efi að sú samstaða næðist, þannig að það var svolítið tónninn, komið þið ykkur saman aðferðafræðina og taliðu svo við okkur og eins og þið vitu og fengu kynningu á og þá var ákveðin leið fyrir valinu í því og við hafum nást góð og mikil sátt í því hvernig sveitarfélögin vilja nálgast þetta verkefni saman og sem fékk nafni leið 4 og ég ætla svo sem ekki að fara neitt yfir hér. Þetta tókum við allt saman í eitt erindi sem að sent var inn í fjármálaráðuneytið sem fer með málaflokkinn eða yfirráðið við landinu hér og við óskuðum eftir fundi með ráðherra til þess að fá að fylgja bréfin eftir en hann gat ekki hitt okkur fyrir sveitarstjórnarkosningar mikið að gera og við áttum fund með honum síðastliðinn mánudag fyrir rúmri viku með fjármálaráðherra klukkan 2 en með eiginlega mjög stuttu fyrirvara. Við vorum rétt farin út úr húsi hér á klukkutíma fyrir fund þá báru skilaboð með fundinu væri frestað óákveðinn tíma og þar stendur málið. Við höfum ekki fengið nýjan fundartíma þó eftir því hafi verið leitað. Þannig að við verðum bara að vona að sá fundartími fáist og við getum fylgt málun eftir og klára þetta brýna verkefni í sveitarfélagana hér, hagsmunamál. Nú í fundargerð frá 24. maí þá í 5. máli verið að fjalla vinabæjamót sem að mig langar aðeins bara að hlaupa yfir hér sem fer fram núna 7. og 8. júní á 50. og föstudag í þessari viku, 7. og 8. júní. Hingað eigum við vona á 19 gestum frá vinabæjum okkar, það er að segja Kristiansand í Noregi, Trollhättan í Svíþjóð og Kera í Finnlandi. Og við höfum sett saman ágæta dagskrá held ég, þar sem að þið hafi nú fengið flestull afrit af henni og vonandi allir. En á meðal svona helstu atriða í dagskráni eru þessi, við ætlum að skila þessum 3 samstarfsverkefnum sem við höfum verið að vinna að, það er að segja starfsmenn sveitarfélagana. Eitt fjallar rafræna stjórnsýslu, annað fjallar móttöku útlendinga eða nýrra íbúa af erlendu bergi í sveitarfélögunum og 3. málið fjallar brottfall úr framhaldsskólum eða hvernig bregðast má við brottfall úr framhaldsskólum sem að allir eru sammála að eigi sér miklu lengri aðdraganda þó brottfalli kannski verði fyrst sýnilegt í framhaldsskólum og þá sé hægt að vinna því ákveðna forvarna vinnu bara strax í grunnskóla og jafnvel fyrr. Og við ætlum að skila þessum verkefnum á okkur. Við höfum verið að leiða vinnu í þessum hópum, það er að segja Reykjanesbær og starfsfólk okkar og gerum það þarna. Þannig að ég hlakka til og vona að bæjarfulltrúar sjá sér fært að taka þátt í þessu vinabæjarmóti, taka á móti gestunum. Nú síðan í síðastu fundargerð bæjarráðs þá eru þarna 2 mál, það er að segja frá 1174. fundi og það er þá fyrst stuðningur við tækninotkun kennara sem 3. mál á síðasta fundi bæjarráðs. Þetta mjög gott mál og svona í anda þess sem að má segja Reykjanesbær hafi lagt af stað með þegar spjaldtöluvæðingin hófst hér og nemendur í efstu bekkjum grunnskólana fengu spjaldtölur til að nota í námið þá voru kennsluháttum breytt. En nú vilja bæði nemendur og kennarar taka þetta mál aðeins lengra á næsta stig og því hefur verið ákveðið að prófa í einum skóla að ráða sérstaka starfsmann sem að á ekki gera neitt annað en að aðstoða kennara við að nýta tæknina.
og þetta tímabundin ráðning til áramóta og tilraunaverkefni og við sjáum hvernig það fer. Og 7. mál í sömu fundargerð, bara vekja athygli bæjarfulltrúa á því sem við bókuðum þarna, það er að segja bæjarráð tekur undir, með leyfi forseta, bæjarráð tekur undir athugasemdir stjórnar Heklunar varðandi lækkun framlags ferðamálastofu til markaðsstofu Reykjaness 2018-2020 og telur á framlagið sé óásættanlegt. Þetta mál snýr að því að ferðamálaráð hefur einhver hluta vegna ákveðið að markaðsstofa Reykjaness, ein markaðsstofa á Íslandi, þurfi minni fjárhæð í grunnframlag frá ferðamálaráði heldur en aðra markaðsstofur í landinu og sem flestar að fá 10,2 milljónir í grunnframlag, við fáum 5,1 og rökin eru þau að Reykjanesi sé svo nálægt alþjóðaflugvöllunum eða öfugt að alþjóðaflugvöllunum sé í landi Reykjanes og þess vegna þurfum við minna fjármagn til þess að markaðssetja svæðið. Þetta teljum við vera mjög hæpin rök, vitandi það að farþegar fara fyrst til borgarinnar flestallir og við þurfum síðan að laða þá hingað aftur inn á svæðið sem ferðamenn þeir eru búin að losa sig við farangur og komin í gistingu. Auðvitað vitum við líka að langflestir þeirra sem að gista hér eða eru hér sem ferðamenn á okkar svæði eru annaðhvort fyrstu eða síðustu nóttina sína hér og við þurfum að vinna betur með það. Þannig að það hefur verið ákveðið að stjórn Heklunar ákvað að leggja fram stjórnsýslukæru því að við höfum ýmsar athugasemdir við þetta ferli allt saman og bæjarráð styður það ákvörðun sem er mjög gott veganesti fyrir okkur sem erum í þessum málum að halda áfram með. Og síðan bara að lokum, virðulegur forseti, að í annarri fundargerðinni fjallað skiptastjórn DS, ég er glaður að það mál skuli nú vera til lykta leitt, en það er sérstakur dagskrárliður hér á fundunum og eftir að förum þá bara betur yfir það. Kristinn Jakobsson. Forseti, það gætu bæjarfulltrúar, væntanlega fráfarandi og síðan fjöldinn allur af viðtakandi bæjarfulltrúum. Mér langar að ræða hér fundargerð frá 31. maí, 1174. fundi. Nei, ekki alveg. Það er akkurat 173. fundi. 10. lið sem við ákváðum að hækka laun kjörinna fulltrúa og ég bókaði þar að ég ítreka afstöðu mín að áheyrnarfulltrúar eigi rétt á sömu launum og fyrir fundi í bæjarráðinu. Nú hefur fjölgað áheyrnarfulltrúum væntanlega í bæjarráði 2. Það sé verða allavega 2, kannski 3, ég veit ekki, það fer eftir hver meirihlutin verður. Og ég bara óska eftir því að viðtakandi bæjarstjórn, hún sjái sóma sinn í því að hafa sömu kjör fyrir áheyrnarfulltrúa og fullgilda bæjarfulltrúa í bæjarráði. Ég hef núið þessum meirihluta nasir að þeir hafi hlunnfarimið og hýrudregið í raun og veru. Ég hef ekki legið á liði mínu á bæjarráðsfundum og ekki dregið úr undirbúningi á bæjarráðsfundum og hef verið málefnalegur og ég hef verið hvattur meira til þess að fara í mál við bæjarstjórnina út af þessu máli. Ég ætla ekki að gera það, ég er búinn að taka ákvörðun, mér finnst það óþarfi en þetta finnst mér núverandi meirihluta ævarandi til skammar. Þannig að það er klár heimild í samþykktum bæjarstjórnar fundarskóp og stjórn bæjarins, klár heimild það að greiða bæjarfulltrúum og áheyrnarfulltrúum sömu laun. Það er bara túlkun þeirra og ég skora á viðtakandi bæjarstjórna að sjá sóma sinn í að gera þetta, halda þessari venju ekki á. Þetta veita þau sömu kjör og fullgildir bæjarráðsmenn. Það var annað mál hérna sem ég ætlaði að tíunda. Já, ég er innilega sammála það sem að
Kjartan Már bæjarstjóri kom að máli áðan að það er þetta eilífa þessi misskipting á fjármálum eða fjárlögum til svæðisins hérna. Það er alveg ótrúlega bara eiginlega furðulegt að ekki einu sinni ríkissjóður. Jú, ríkissjóður gerir það alveg ítrekka og eins og stofnun eins og ferðamálaráð skuli misskipta í raun og veru mismuna svæðum. Og það er óþolandi. Og við erum búin að gera, það var eiginlega bróðurpartinn af seinni hluta síðasta kjörtímabil sem að fór í það að afla upplýsinga og færa rök fyrir í hvar okkur er hallað. Þarna er einn hlutur í viðbót, ein stofnun í viðbót sem er hallað á okkur. Það er ekki bara framhaldsskólinn og ekki bara heilsugæslan og ekki bara löggæslan, heldur ferðamálin líka. Og ég hvet ykkur viðtakandi bæjarstjórn að halda þessari baráttu áfram og hanga til að þessu verður jafnað rétt út. Við erum ekkert síðri þjóðfélagsþegnar heldur en þeir sem að búa við óskerta og meiri fjárlög. Það hafi ekki fleiri kvassi hljós sem fundargerðir bæjarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs eru beðnir með gjafmerki. Það eru samþykktar 11.0. Þá er komið að lið nr. 2 sem eru fundargerð íþrótta og tómstundaráðs frá 11. maí og forseti vill gera það tillögu sinni að fundargerð frá 18. maí verði jafnframt tekin á dagskrá. Þeir sem samþykkt geta það eru beðnir með gjafmerki. Þá gef ég orðið laust fundargerðir íþrótta og tómstundaráðs orðið laust. Það er enginn sem kveður þessu ljós fundargerðir íþrótta og tómstundaráðs. Þeir sem samþykkta fundargerðirnar eru beðnir með gjafmerki. Það eru samþykktar 11.0. Þá er komið að fundargerð barnaverndarnefndar frá 14. maí og fundargerðir barnaverndarnefndar eru lagðar fram hér en ekki til sérstakrar atkvæðagreiðslu. En í þessari fundargerð er annað mál sem að vert er að taka til frekari umræðu og forseti gerir það tillögu sinni að mál nr. 2 í fundargerðinni verði vísað til bæjarráðs. Þeir sem samþykkt geta það. Þeir sem samþykkt, já, þannig að það er samþykkt 11.0. Þá er komið að lið nr. 4 sem er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 15. maí. Orðið laust. Það er enginn sem kveður þessu ljós fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðnir með gjafmerki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að fundargerð menningarráðs frá 17. maí. Orðið laust. Baldur Guðmundsson. Virðulegi forseti, góðu bæjarfulltrúar, núverandi og vonandi þeir sem eru væntanlegir líka. Að venju þá kem ég hérna upp og flyt fagnaðarerindi menningarráðs þar sem það er mikið að vera yfirleitt, mikið partístand, nýbúin að ljúka þessu sjómannadegi sem bara var með hefðbundum hætti og 17. júní er líka alltaf með hefðbundum hætti og við erum að undirbúa ljósanótt og köllum þá eftir bæði framlagi íbúa, fyrirtækja og annara sem eru með góðar hugmyndir fyrir ljósanótt. Síðan er náttúrulega þessar hátíðir sem eru yfir staðnar, list á landamæra sem tókst alveg gríðarlega vel, kjaftfullur stapi og bara bráðskemmtileg svona dagskráratriði sem komið frá okkar svæði, nánasta vínabæjum, íslenskum vínabæjum. Síðan var opnuð bara fyrir nokkrum dögum, föstudaginn 1. júní, sýningar sem að vert er að minnast á vegna þess að þetta er 15 ára afmælishátíð Listasafnsins
sem er svona yfirlitssýning yfir það sem við eigum af listaverkum. Og síðan er ný sýning sem er svona sjóminjasýning, mjög merkileg, skemmtileg. Og þetta er bara svona stolt okkar, þetta listasafn sem var sett í gang 2003 og er okkur bara algjör sómi, sko. Þannig að ég hvet ykkur til að mæta í þetta, taka þátt í öllum partíunum sem eru framöndan. Það er ekki fleiri sem kveða sér ljós fundargerð menningarráðs. Þeir sem samþykkja fundargerðina verðum að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er komið á 6. lið sem er fundargerð fræðsluráðs frá 25. maí. Forseti vill aðeins fá að minnast á lið nr. 6 og gera jafnframt að tillögu sinni að þeim lið verði vísa til bæjarráðs. Eins og bæjarfulltrúi Kristinn minntist hér áðan varðandi hekluna, þá verðist vera einhver lenska hjá ríkisvaldinu að skera niður eins og þeir geta framlög til þessa svæðis og það er að gerast í þessu tilfelli. Við höfum verið skaffað sálfræðing til þjónustu upp í Fjölbraut sem hefur verið fjármagnaður af ríkisvaldinu. En nú er okkur sagt að sá pottur sem þetta fjármagn var tekið úr sé orðinn tómur og þar með allir er að hætta þessari þjónustu. Og okkur þykir það sérstakt að ríkisstofnun sem er að reka þarna fleiri 100 manna skóla skuli taka þessa ákvörðun í ljósi þess að það er auðvitað mikil þörf á slíkri þjónustu. Og hálft stöðugildi er í raun og veru bara dropi í hafið. Við þyrftum miklu meira og ég tel eðlilegt, við samþykktum í bæjarráði síðast að taka undir ályktun Heklunar, að ég tel eðlilegt að bæjarráði taki þetta mál til meðferðar og sendi þá frá sér einhverja ályktun í framhaldinu. Það er ekki hægt að una við það að ríkisvaldið trekk í trekk leyfi sér það að draga úr fjárframlögum til þeirra þjónustu sem að því ber að vita hér á svæðinu. En orðið laust fundargerð fræðsluráðs. Ísak Erni Geirsson. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla hér aðeins að byrja á því að nefna lið nr. 2, látum verkin tala, verknámsmiðjur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þetta verkefni hóf göngu sína síðastliðið sumar, þar sem að vinnuskólanemendur komu og kynntust greinum inn í Fjölbrautaskólanum. Stelpurnar fóru meira að segja ekki bara í hárið, heldur fóru líka í suðu og vélsmíði og strákarnir fóru í hárið og þannig að það var verið að blanda þessu þvers og kruss og þetta eru nemendur sem eru að ljúka 9. bekk. Og þetta verkefni tókst gríðarlega vel til. Bæjarfulltrúi Böðvar Jónsson er formaður skólanefndar Fjölbrautaskóla Suðurnesja og ég á þar einnig sæti í þeirri stjórn og er mikil ánægja með verkefnið bæði hér á hálfu sveitarfélagsins sem og Fjölbrautaskólans. Og það er ótrúlega jákvætt og við þurfum að halda því á lofti að okkur hefur tekist að fjármagna þetta verkefni áfram og að grunnskólanemendum verði boðið upp á þetta eða þeir sem munu verið í vinnuskólanum munu kynnast verknámi í Fjölbrautaskólanum. Við þurfum hér að efla iðnnám og iðnmenntun á svæðinu og þetta er einn liður í því. Og ég held að við getum verið stolt af þessu verkefni. Þetta verkefni er kannski ekki víða land og er til eftirbreytni. Hitt er, virðulegur forseti, 7. liður sem forseti hefur gert að tillögu sinni að vísa inn til bæjarráðs. Þessi sálfræðiþjónusta sem hefur verið samstarfsverkefni Fjölbrautaskólans og sveitarfélagsins að mig minni rétt síðustu 2 ára var í upphafi tilraunaverkefni og fjármagnað af 2 ráðuneytum. Sveitarfélagið lagði til eins og forseti rakti hér áðan sálfræðinga sem komu inn og það til þess að koma inn á það að það voru allir tímar fullnýttir. Allir tímar voru fullnýttir af nemendum Fjölbrautaskólans. Þannig að fjármagninu hefur verið gríðarlega vel varið.
bæði nemendur sem eru falla melli skips og bryggju einhverjum hluta vegna, en líka afbragðsnemendur sem eru að mæta vel í skólan og sýna góða námsframvindu voru líka að nýta sér þessa aðstoð. Þannig að þetta það var ekki veitt klínísk ráðgjöf, en nemendurnir gátu létt af sér og gátu fengið aðstoð og ráðgjöf hvert þú ætti að leita. Þannig að okkar sálfræðingar komu nemendunum í ákveðið ferli. Þannig að ég held að það fjármagn sem var veitt í þetta verkefni að þessum 2 ráðuneytum, við eigum ekki að láta það stoppa okkur. Við eigum að finna leið til þess að halda þessu verkefni áfram og vill ég hér brýna nýja bæjarfulltrúa að taka þetta mál mjög föstum tökum. Þetta eru örfáar milljónir sem að við gætum hugsanlega þá tekið á grunni á SSS-plattforminu af því að þetta er náttúrulega fjölbrautaskólinn sinnir öllum Suðurnesjum, ekki bara okkar nemendum, þó að það sé bróðurparturinn af nemendum skólans. Þannig að ég legg hér áherslu á það að við finnum lausn á þessu máli. Þannig að þetta verkefni sem byrjaði sem tímabundið tilraunaverkefni sé komið til að vera. Kolbrún Jóna að gera svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að bregðast við því sem Ísak var að tala varðandi sálfræðiþjónustuna í FS og ég er fullkomlega sammála Ísak að við eigum náttúrulega að reyna að gera þetta sjálf, en þetta var tekið fyrir á fundi í morgun hjá SSS þar sem við erum öll sammála þar að við þurfum að setja þetta í pottinn með öllu hinu sem við þurfum að fá frá ríkisvaldinu. Við erum sammála þörfina og nauðsynina, en mér skilst, við erum ekki sátt við að þurfa að Reykjanesbær eða hin sveitarfélögin taki þetta á sig. Þannig að við þurfum að halda áfram að berjast. Takk. Guðni Bjarna Guðmundsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Ég kem líka undir lið 6. Ég eftir gott samtal við skólameistar FS daginn og hann tjáði mér að þetta væri mjög vel nýtt eins og Ísak kom inn á. Það er líka aðalatrið í þessu að fagmaðurinn inn í skólanum þar sem krakkarnir eru. Það er erfitt að fara niður á heilsugæslu eins og planið var fyrst. Það var einfaldlega sagt þeim sem líður illa að fara niður á heilsugæslu og þessi krakkar hafa ekkert í sér að bíða þar. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni sem við munum fylgja eftir af fullri alvöru út af því að börnin okkar eiga þetta skilið og það er miklu þægilegra að labba þarna bara innan skólans og fá þessa þjónustu þar heldur en að fara og leita sér eftir henni. Og við þurfum að styrkja Fjölbraut, hún er algjörlega að springa utan af sér á svo margan hátt þannig að við munum fylgja þessu vel eftir. Ísak Erna Geirsson. Virðulegur forseti, ég ætla aðeins að fá að bregðast við orðum Kolbrúnar Jónu Pétursdóttur bæjarfulltrúa. Það kom fram á fundi fræðsluráðs, fundinu sem var á undan þessum fundinu mánaðamótin apríl-maí, að það þyrfti að ganga úr skugga um það hvort þetta verkefni yrði eða ekki á næstu misserum en næstu vikum vegna bara mannaráðninga og starfsmannahalds hér innan hús. Ég er algjörlega sammála bæjarfulltrúa Kolbrúnu Jónu og finnst eðlilegt að ríkisvaldið greiði fyrir þessa þjónustu, en við megum engu að síður ekki láta það tefja okkur að veita þessa þjónustu strax á komandi skólaári. Þannig að við þurfum að tryggja það, en á sama tíma þurfum við að láta hnéfylgja kviði að knýja á auki fjármagn frá ríkinu. Já, við erum öll sammála í þessu máli en kannski ekki alveg samstíga í því með hvaða hætti við ætlum að taka slaginn við ríkisvaldið. Við létum gera eftirtektarverða skýrslu framlög ríkisins til þeirra stofnunar sem það að reka hér og út úr því kom að það vantar hér
fjármuni sem við kunnum ekki einu sinni að telja inn á svæðið og við erum búin að eiga fullt af fundum með ráðherrum, ráðuneytisstjórum, þingmönnum og hinum ýmsu aðilum, en það er bara nákvæmlega ekkert komið út úr því. Nákvæmlega ekki neitt. Við görgum á gólum og það gerist ekkert. Og ef við ætlum að tapa þessari rimmu líka, það er spurning sko hvar ætlum við að taka slaginn? Og við verðum að taka slaginn. Ég hef fulla samúð með okkar ungmennum og hef fullan skilning á því að þau þurfi á þessari þjónustu að halda og mun styðja það að slík þjónusta sé til staðar. Ég er til í bardagan við þetta ríkisvald. Það bara gengur ekki upp að ríkisvaldi geti trekk í trekk, ítrekkað og endurtekið, hlutirinn að hann hefur gerði að sveitafélagi sé að bera byrðarnar þegar ríkisvaldið á að gera það. Þannig að við þurfum með einhverjum hætti að skoða þetta. Böðvar Jónsson, gerðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins út af þessu máli líka, þá horfir þetta mál aðeins öðruvísi við heldur en til dæmis fjárframlög frá ferðamálaráði sem við vorum að tala um áðan, þar sem við erum að bera saman fjárveitingar til ákveðinna svæða vegna þess að í þessu tilfelli er ekki verið að veita þessa fjárveitingu til allra framhaldsskóla. Þetta var ákveðið tilraunaverkefni sem var veitt í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og við getum í raun horft til þess að stór hluti nemenda sem þar eru sem að leita eftir þessari þjónustu myndu að öðrum kosti leita eftir henni hér innanhús. Þannig að það er verið að færa ákveðna þjónustu sem væri hugsanlega veitt hér út í skólan þar sem að vissulega er auðveldara og þægilegra nálgast hana fyrir nemendur skólans. Þannig ég er sammála því sem hér hefur komið fram að við þurfum að taka slaginn að fá þessa fjárveitingu áfram en ég held að við höfum ekki að stöðva þetta verkefni vegna þess að við höfum ekki sömu kröfu í þessu máli eins og við höfum til dæmis til þeirra fjárveitingar sem að bæjarstjóri fór hér yfir áðan varðandi markaðsstofuna. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, ágætu gestir, bæjarfulltrúar, langar aðeins að koma inn í þessu umræðu en þannig er málið að við höfum stutt í Fjölbrautaskóla Suðurnesja mjög lengi. Við erum að fara út í viðbyggingu núna í samstarfi við skólan og ríkið. Þar komum við að. Það er annað mál líka, við erum búin að vera með íþróttaakademíu í Fjölbrautaskóla Suðurnesja ansi lengi sem við leggjum fram meðal annars íþróttaaðstöðu sem er eigur Reykjanesbæjar fyrir allan skólan og þetta er Reykjanesvöllin, flesta mótna. Þannig að ég tek undir áhyggjur allar sem hér hafa talað það að það er alltaf verið að taka meira og meira af okkur. Og einhvers staðar kemur einhver skurðpunktur, við höfum hótað að stoppa framgang í samgöngum næstkomandi áramót. Við fengum loforð að það veri lagafjárveitingar þangað. Við erum í gerðardómi með samgöngu frá Reykjavík upp í Keflavíkurflugvöll. Við stöndum í stríði HSS. Það má segja í hverjum einasta málaflokki, meira að segja viðkvæmustu málaflokkum okkar sem eru velferðarmál, þar sem ríkið er ekki að standa við sitt. Við erum alltaf að bæta við og bæta við og skekkjan hefur sennilega aldrei verið eins mikil eins og núna. Og nú er ég ekki að leggja til að við hættum með sálfræðiþjónustuna, ég tek heils hugar undir orð Böðvars hér áðan, en við þurfum að gera eitthvað verður alvarlegt í þessu. Ég veit ekki alveg hvernig við getum skapað eða búið til meiri athygli. Við erum búin að vera að tala við öll ráðuneytin, flesta ráðherrana og ráðuneytisstjórana og okkar eigin þingmenn og það heyrist ekki bofs. Ekki bofs. Og það er mjög áhugavert að menntamálaráðherra kemur hingað til okkar í heimsókn og sama dag nánast fá að vita það að fjárveitingar til sálfræðiþjónustu er klippt af. Þetta er mjög athyglisvert hvernig er komið í bakið á okkur, finnst mér. En við þurfum auðvitað að velja orustu fyrir sig og það kannski er einhver skurðpunktur sem segir að nóg er komið. Það hafi ekki fleiri hvassir hljós fundagerð fresturás. Þeir sem samt geta að 7. mál fari til bæjarráðs.
Það er samþykkt 11-0. Þeir sem samþykkt geta fundargerð að öðru leyti. Það er samþykkt 11-0. Þá er komið að lið nr. 7 sem er persónuverndarstefna Reykjanesbæjar og þetta er seinni umræða. Við tókum fyrir umræða fyrir einhverju síðan og fórum ágætlega yfir málið þá og það var ákveðið að geyma umræðuna þar til að ný persónuverndarlög litu dagsins ljós og þau eru nú komið fyrir þingið og var þetta vantarlega kláruð. Þannig að okkur er sjálfur sér ekkert að vanbúnið að klára þetta en orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós nýja persónuverndarstefnu Reykjanesbæjar en þessi samþykkt geta persónuverndarstefnu Reykjanesbæjar að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0. Þá er komið að lið nr. 8 sem er stefna í málefnum eldri borgara í Reykjanesbæ 2018 til 2028 og það er fyrir umræða. Þetta skjal er búið að vera að fara á milli hópa núna lengi. Ekkert langt síðan að við vorum með þetta til umræðu í bæjarráði. Búið að gera ýmsar lagfæringar á skjalinu vegna ýmissa ábendinga sem að bættu skjali verulega og ég held að við séum komið þarna með ágætis skjal sem á að duga okkur í framhaldinu. Menn hafa verið að sinna þessu málaflokki ágætlega á kjörtímabilinu með forvarnaverkefni, svokölluðu Janusarverkefni. Það var haldinn hér fundurinn á Nesvöllum þar sem að með þjóðfundafyrirkomulagi þar sem að var verið að draga fram áhersluatriði þeirra sem að málaflokknu koma og gekk mjög vel. Og það hefur verið síðan innlegg inn í þessa persónuverndarstefnu en orðalaust Kristín Jakobsson gjör svo vel. Ekki persónuverndarstefnu fyrirgefistefna í málum eldri borgara? Forseti, við tókum þetta fyrir í bæjarráði síðastliðið haust, minnir mig. Og þá var þetta plagg alveg arfaslagt á mínu viti. Og ég gerði miklar athugasemdir og sendi bæjarstjóra sem að greinilega tekið til og sendi á hópinn og þetta er allt annað og miklu betra plagg sem við erum að ræða núna og ég sé ekkert að þessu en það vantar einn lið í þessu plaggi og hann er kannski eðlilegur og þess að við erum í ljósi persónuverndar og persónuverndarstefnu að taka til og það vantar í þetta nýtækni. Það er ekkert fjallað það í kaflanum í þessari stefnu og kannski er það ég veit ekki hvort það er ástæða fyrir því. Það kemur inn á vantarlega persónuverndarlöggjöf og persónuvernd í sjálfum sér. Nýtækni gæti nýst vel við heimahjúkrun og eftirfylgni og bara eftirlit á ákveðnum hópi aldraðra sem eru kannski í áhættuhópi sem er í áhættu við heilsufarslega séð að bara tæknin er til fyrir hendi og það er bara eitt hugdjart og góðan frumkvöðul til þess að starta hér á landi. Það er ekki komið, hún er ekki komið svona sem að það er að segja þá er hægt að vera með bara Apple Watch sem að mælir ákveðin lífsmörk, súrefnismettun, hjartslátt, blóðþrýsting og síðan er einhver gildi sem að fer yfir eða undir ákveðin gildi að þá er hægt að kalla fram á einhverjum skjá á heilsugæslunni eða í fyrirtækinu sem að rekur þetta. Þetta er tækni sem verið að ríða sér bæði austan og vestanhafs, Evrópu og Ameríku og þetta er bara spurning að koma hér. Þetta gæti sparað, ég haldi að sveitafélag ætti að gera þetta en það er kannski enga framtæki í þetta en þetta gæti sparað gríðarlegar upphæðir
bara byggingu og meðhöndlun eða umönnun aldraðra. Þannig að ég fagna þessari stefnumótun og þetta er miklu meira og ítarlegra plagg og ég held að sé tekið til allra þátta sem að ég sendi bæjarstjóra nema þessum þætti. Það er að nýtækninni. En það er talað hérna, kannski hefur þetta verið misskilið hjá mér, þetta er upplýsingamiðlun og það er talað svolítið það, en þetta ég verð bara að lýsa ánægju minni yfir þessari stefnu. Þetta er gott fyrir bæjarfélagið og þá sem að annast aldraða að hafa svona stefnu. Takk. Kjartan Már Björnsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú þakka Kristín fyrir þetta. Og að því við erum nú á þessum nótum að tala vöntun og fjármagni ríkisins hér inn á svæðið, þá vil ég nú bara minna bæjarfulltrúa á það að þessi málaflokkur er ríkisins. Það er að segja heilbrigðisþjónusta okkar allra og ekki síst þeirra sem eldri eru. Sveitarfélagið veitir félagslega þjónustu inn á heimili fólks, bæði við þrif og líka aðstoð við ýmislegt, meðal annars að fara út í búð og svona fyrir þá sem að búa heima. En að sveitarfélagið setja upp eitthvað kerfi til þess að fylgjast með heilsufari eða slíkum tæknilegum upplýsingum held ég að sé ekki raunhæft að ætla á meðan að sveitarfélagið er ekki með málaflokkin í heild sinni, hann er ríkisins. Og að því að við erum hérna á þessum nótum og þá til dæmis þetta verkefni sem að forseti kom hér inn á áðan sem kennt er við Janus nokkurn Guðlusson og sem kostar talsvert fé og ég hef nú verið nokkuð vel svona upplýstur gangmála í því og átt margt gott spjalli við Janus. Og þá held ég að ráðherrarnir sem hann er búinn að hitta bara út af því verkefni orðnir æði margir, það er að segja heilbrigðisráðherrarnir. Og það er svona talandi dæmi forvarnastarf sem skilar mjög miklum árangri. Því að ég held að verkefni kosti í heildina 15 milljónir á ári en höfum í huga að einn aldraður einstaklingur sem fer á hjúkrunarheimili í 1 ár kostar 15 milljónir króna. Þannig að ef okkur tekst að seinka einum einstaklingi af þessum 200 sem eru komnir í verkefni núna, seinka því 1 ár að fara inn á hjúkrunarheimili, þá er þetta búið að borga sig. Þetta eru bara krónur og aurar sem við erum búin að leggja fyrir og Janus hefur lagt fyrir og við hefum rætt við þingmenn og farið saman og hitt aftur þessa köngu alla saman. En samt kemur ekki fjárveiting frá ríkinu inn í máli. Og meðan er Reykjanesbær að greiða brúsan, því við höfum trú á þessu. Og þá erum við ekki bara að horfa til þess að spara í hjúkrunarheimili, kostnað ríkisins í hjúkrunarheimili í framtíðinni, heldur ekki síst bara lífsgleði og lífsgæði og ánægju íbúanna sem eru fjölmargir mjög ánægju eins og þið vitu og ég ætla ekki að rekja það hér. Þetta er vakið mikla ánægju og kátinu ekki bara meðal íbúanna eða þeirra sem taka þátt heldur líka fjölskyldur þeirra ættingjum og vinum sem að mörg hver hafa komið að máli við okkur og lýst yfir mikill ánægju með bara breyttar aðstæður foreldra og annarra sem að þá við. En punkturinn er þessi nýtækni sem að Kristinn kallar svo og er þekkt út í heimi að ég held að þetta séu fyrst og fremst einkafyrirtækin sem eru að leysa þetta, öryggisfyrirtækin eru að leysa þetta að einhverju leyti og líka einkaaðilar á þessum markaði. Ég veit til dæmis að fulltrúar Hrafnistu hafa sótt ráðstefnur svona tæknilega lausnir út í heimi í vetur og fengi fregnir af því. Og það er margt að gerast í þessu en það snýr þá að annarkvort ríkinu eða einkaaðilum og við svona höldum áfram að veita þessa félagslegu þjónustu á meðan við erum ekki með málaflokkin í heild. Halldór Guðmundsson. Nú forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég vil taka undir með Kristínu að þetta plagg er orðið mjög gott núna.
kemur inn á ýmsa þætti og að meðan við erum að undirbúa öldrunarappið sem að Kristinn sé fyrir sér verði klárt, þannig að eldri borgari geti farið inn og panta sér mat og verið með svona Apple Watch hjá sig sem að greinir það hvort þeir eru leiðir, svangir eða einhver önnur svona lífsmörk fara undir meðaltalið. Þá erum við með þessi verkefni sem að kemur fram í þessu skjali. Það er að sinna einmitt bara tómstundastarfi eldri borgara, þetta heilsueflandi samfélag sem að nær alla leið frá ungbörnum og upp í eldri borgara. Mjög gott. Við þurfum að koma líka að dagdvölinni sem að hefur aukist eilítið á síðustu misserum og heimahjúkrun. Við komum svona aðeins að því þó að það sé fyrst og fremst á hendi ríkisins. Og svo kemur að þessu hjúkrunarheimilið og við tökum líka fyrir þetta slit á DS á eftir og tengist því sem ég ætla aðeins að spyrjast fyrir vegna þess að við sendum líka einn erindi til heilbrigðisráðuneytis varðandi nýtt hjúkrunarheimili. þar sem að við erum að leggja á borðið sko að fá annað eins á Nesvöllum, 60 rýma heimili og bæta þá 39 rýmum við og loka Hlévangi. Sko. Og þá er spurning hvort að við fengum eitthvað viðbrögð við þessu erindi og hvernig það stendur. Getur bæjarstjóri. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er skemmst frá því að segja við engin viðbrögð fengið við bréfinu. Engin önnur en þau að þegar að heilbrigðisráðherra kom hér til fundar á vegum félags eldri borgara í maí, held ég að hafi verið í byrjun maí, og upplýsti þá ráðherrann að það hefði aldrei borist formleg umsókn fjölgun hjúkrunarrýma í ráðuneyti, aldrei borist formleg umsókn. Það er búið að tala um þetta og menn hafa rætt þetta en það hafði aldrei borist formlegt erindi. Þá ákváðum við að taka sama gögn og senda slíka umsókn. Í millitíðinni hins vegar upplýsti ráðherrann fyrirætlan ríkisstjórnarinnar að fjölga hjúkrunarrýmum og í hennar máli máli ráðherrans kom fram að 30 rými væru ætluð Suðurnesjunum í þeim pakka á næstu árum. Við ákváðum engu að síður að láta bréfið fara og við sóttum í erindinu 60 rými og erum þá að gera ráð fyrir eins og Baldur kom hér inn á að fá þessi 39 rými en á móti færa þá þessi 30 sem á Hlévangi yfir í nýtt hjúkrunarheimili þannig að við getum byggt nýtt 60 rúma hjúkrunarheimili á Nesvöllum, höfum tekið þar frá lóð og eigum það til í skipulaginu og þá hætt starfsemi Hlévangs í þeirri mynd sem hann er í dag. Og þetta settum við allt saman mjög skýrt fram í bréfinu en við höfum ekki fengið nein svör. Við höfum heldur ekkert óskað eftir fundi með ráðherra en eitt til þess að fylgja þessu eftir en það náttúrulega kemur að því ef við fáum ekki svör. Það hafa ekki fleiri hvað sér ljós 8. lið og forseti gerir það að tillögu sinni að vísa þessari stefnu til seinni umræðu á bæjarstjórnarfundi 19. júní. Ég leggja til að það fylgdi afgreiðslu fyrir umræðu og hún farið til bæjarráðs á milli umræðu. Að sjálfsögðu að því að hér hafa menn verið að nefna einhverja liði sem gætu hentaði þessa skýrslu þá er eðlilegt og rétt að þetta fari á dagskrá bæjarráðs að það skuli fært til bókar. Þeir sem samþykkt geta þennan háttinn eru bennir með gefamerki. Það er samþykkt 11.0. Þá er komið að lið nr. 9 sem er upplýsingatæknistefna Reykjanesbæjar og þetta er fyrir umræða stórt og mikið plagg sem að búið er að vinna hér að miklu metnaði og bæjarstjóri ætlar að fylgja því úr hlaði. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það er kannski eitt við allar þessar stefnur
sem við höfum verið að afgreiða á kjörtímabilinu og eru núna að fjalla hér, að ferli hjá okkur, og þetta líka bara til upplýsingar fyrir verðandi bæjarfulltrúa sem hér fjölmenna, að ferli í þessu þannig oftast að starfsmenn Reykjanesbæjar, embættismenn, taka saman gögn og undirbúa stefnumótunina. Og það kannski má segja stefnuna sem vorum að afgreiða hér áðan í málefnum aldraðra, að fyrsta plaggi sem kom var ekki beint, á ekki að líta á sem endilega tillögu að stefnu eða fyrstu umræðu, heldur meira að líta á þetta sem samantekt á staðreyndum og upplýsingum stöðuna og svona þeim hugmyndum sem uppi eru. Svo það þá kjörinna fulltrúa að taka málið til endurskoðunar eða meðferðar og setja meira kjöt á beinin ef það vantar og svo framvegis. Og það var svo sem gert þar og hefur alltaf verið gert með miklum ágætum og gera þar með stefnuna að sinni. Í þessu máli sama upp á teningnum. Það að segja að við fengum hér ráðgjafa frá KPMG, 2 mikla reynslubolta í upplýsingatæknimálum til þess að fara í gegnum þau mál með starfsmönnum Reykjanesbæjar. Að þessu máli hafa kjörnumfulltrúar ekki komið, hvorki bæjarfulltrúar né nefndarmenn. Held ég fara alveg rétt með í því. Þetta fyrst og fremst samantekt starfsmanna, bæði þeirra sem vinna við upplýsingatæknimál hérna hjá okkur, sem og notendur þjónustunar og stjórnendur, og reyndu svona að taka svolítið breytt úrtak. Fórum yfir öll þessi atriði sem þarna eru nefnd. Leggjum svo fram hér eitthvað sem heitir upplýsingatæknistefna, er á blaðsíðu 21. Ég ætla nú ekki að fara yfir alla leiðina. Og hvernig við, starfsmennirnir sjá fyrir sér að þetta gæti orðið. En plaggið þá komið hér fram og ég bara bið bæjarfulltrúa að líta á það sem samantekt á gögnum, undirbúningsstefnumótunar, og fer þá til meðferðar bæjarfulltrúa eftir að það hefur verið lagt hér fram. Og ég ætla að gera það tilhugminni að þetta fari einnig til bæjarráðs að lokinni fyrri umræðu hér til meðferðar og frekari svona umfjöllunar, því að það alveg sjálfsagt að nýir bæjarfulltrúar hafi tök á því að ræða þetta og kynna sér plaggið. Þetta heilmikið lesning, þetta eru margar síður, mikið af tæknilegum upplýsingum og mikilvægt að þetta sé bara vandað og unnið vel í sátt og samlyndi við starfsmenn líka ef að þörf krefur, og við erum tilbúin að ræða þetta mál allir sem að þessari grunnvinnu hafa komið. En þetta lagt hér með fram. Það hafa ekki fleiri kvaðsir hljós lið nr. 9. Bæjarstjóri gerir það hér að tillögu að við vísum þessu til bæjarráðs, og ég gerir þessa tillögu að minni að við höfum þann háttinn á og ákvörðunum seinni umræðu bíði betri tíma, en þeir sem samþykkja það að vísa þessu lið til bæjarráðs eru verðum ekki að merkja. Það samþykkt 11-0 og þá komið að síðasta lið sem er slíta fundur Dvalarheimis aldraðra á Suðurnesjum frá 30. maí, orðalaust. Bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, eins og þið vitið þá hefur lengi verið unnið að slitum á DS, Dvalarheimilum aldraðra á Suðurnesjum, og hafa ýmsar hliðar komið upp í því ferli öllu saman á málinu. En markmið okkar sem að vorum skipuð í skiptastjórn eða slitastjórn, heitir nú skiptastjórn, þetta ekki skiptastjórn, Ástbjörn? Ég held að heitir skiptastjórn í reglunum, en við vitum öll hvað átt við í þessu. Að þetta eru 2 fulltrúar frá Reykjanesbæ, 2 frá Garði, 2 frá Sandgerði og 2 frá Vogum sem hafa unnið að þessu máli. Og niðurstaðan sett svo þarna fram í frumvarpi til skipta sem að bæjarráð Reykjanesbæ fékk til umfjöllunar og skoðunar fyrir einhverju síðan og samþykkt fyrir sitt leyti.
Síðan var haldinn sérstakur fundur þessara áðurnefndu aðila hér í Ráðhúsi Reykjanesbæjar síðastliðinn miðvikudag, þar sem að lögfræðingur Unnastir Bjarnadal var með okkur og fór yfir þetta allt saman. Og nú er þetta til endanlegrar afgreiðslu í bæjarstjórninni. Og það sama gildir hin sveitarfélögin líka. Og ef að allir samþykkja þetta, þá mun húsið, það er að segja hlégangur, þetta á fyrst og fremst við þá starfsemi núna, þá mun húsið færast í okkar umsjá, en sveitarfélögin eiga það áfram saman í þeim hlutföllum sem að tilgreind eru og miðast við íbúafjölda. Við munum hins vegar þjónusta húsið og viðhalda því og allt það, en þau greiða sinn hluta í rekstrarkostnaði og viðhaldi og við munum finna leiðir með okkar frábæra starfsfólki og fjármálasviði til þess að leysa það með skynsömum hætti. Sama á við samningi við Hrafnistu, það eru uppsagnarákvæði í þeim samningi. Hann gildir til 2022 held ég, og við gerum ráð fyrir að það haldi og það mun ekki reyna á það, en ef að svo ólíklega vildi til að annarkor aðilinn vildi segja upp þeim samningi, þá var hann sem sagt gerður á milli DS annars vegar og Hrafnistu hins vegar, að Reykjanesbær mun taka við því hlutverki af DS að vera samningsaðilinn. Þannig að það er alveg á hreinu og það var að tillögu hinna sveitarfélagana að það gert með þeim hætti. En við náttúrulega reiknum bara með og vonum að þetta samstarf okkar eða Hrafnista haldi áfram að reka, þetta gangi bara ágætlega fyrir sig. Við munum núna, við fengum fjárveitingar úr framkvæmdasjóði aldraðra sem við sóttum eða það er að segja DS fékk fjárveitingarnar og við þurfum að færa þær fjárveitingar til Reykjanesbæjar núna í samvinnu við ráðuneytið eða framkvæmdasjóð aldraðra og við höfum verið í sambandi við ráðuneytið út af því og þeir óskuðu eftir að þetta mál yrði klára fyrst og við þurfum munum klára það núna og síðan getum við þá fært fjárveitingarnar yfir til Reykjanesbæjar og þá getum við farið í þessar nauðsynlegu endurbætur á húsinu sem að lengi við staðið til að gera. Það þarf að laga þar ýmislegt bæði öryggismál og lekamál og fleiri mál, svo sem fleiri verkefni sem bíða eftir því að við getum hafist handa og umhverfis og svið Reykjanesbæjar hefur tekið að sér að annast þessa framkvæmd í samvinnu við Hrafnistu og fylgja henni eftir og bjóða út verkefnin og fá verktaka til að sinna þessu. Þannig að bara að lokum ánægjulegt að þetta skuli hafa tekist og að við séum þá komin að þennan endapunkt að slíta þessu annars langa og farsæla samstarfi og getum þá einbytt okkur að því að hamra á ríkinu fjölgun hjúkrunarrýma á þann hátt sem að Baldur talaði hér áðan og við erum öll sammála að sé rétta leiðin. Friðjón Einarsson. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og gestir, við okkar aðeins að þakka orustuna. Það er sérstaklega Böðvar Jónsson og Baldur sem hafa staðið í þessu stríði í mörg ár með DS. Þetta er raun og veru risastór dagur og ánægði með þetta skulle enda svona. Nú er þetta allt komið svona á eina hendi og vonandi fá okkar hjúkrunarheimili. Það eru margir búin að koma að þessu máli gegnum tíðina en ég vildi nú sérstaklega nefna þetta að þeir tveir kann hafa verið kannski óþreytandi að loka þessu máli hérna og ég veit að þeir hljóta að fagna vel í kvöld. Takk. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós lið nr. 10 sem að er þessi umræddi slitafundur og það frumvarp sem að þar var samþykkt. Ég legg því til að við berum þessa fundargerð til atkvæðagreiðslu og þar með frumvarpið til samþykktar. Þeir sem samþykkja það eru bennum við geðmerki. Það er samþykkt 11-0. Ágætu bæjarfulltrúar, eins og öllum er kunnugt, þá er þetta síðasti fundur bæjarstjórnar á þessu kjörtímabili. Ýmislegt sem hefur gerst og ánægjuleg hlutir sem hafa gerst, en það er löng hefð fyrir því að á þessum síðasta fundi bæjarstjórnar gefist bæjarfulltrúum tækifæri til að taka til máls og einhverjir hafa nú þegar beðið orðið og fyrstur er Ísak Arnar Kristinsson.
Já, virðulegur forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, það 4 ár stuttur tími en í senn langur. Það var þessi tölvupóstur frá bæjarstjóra sem barst fyrir helgi, fekk maður til að setjast niður og hugsa, horfa 4 ár aftur í tímann. Ég átti nú ekki reyndar, get sagt það hér við ykkur kæra bæjarstjórn, átti nú ekki von á því að fá að sitja þennan fund og í senn þakka fyrir. Af því að eftir þennan fund læti ég af embætti sem varabæjarfulltrúi og maður veit ekki sína ævi fyrir öll En mér langar nú kannski að byrja á því að minnast Magnu heitinnar Guðmundsdóttur sem að féll frá á kjörtímabilinu og þetta svona fínt tækifæri til þess að minnast hennar. Mér langar sérstaklega hér að þakka 2 bæjarfulltrúum fyrir samstarfið. Ef ég tel rétt að það eru 6 bæjarfulltrúar af 11 að láta störfum og hér að koma 6 öflugir, nýir bæjarfulltrúar til starfa. En mér langar sérstaklega að minnast á bæjarfulltrúa Böðvar Jónsson og bæjarfulltrúa Árna Sigfússon. Fyrir ykkur sem hafa kannski ekki pælt mikið í því að þá hefur bæjarfulltrúi Böðvar Jónsson fengið kjörbréf frá því að þetta sveitarfélag var stofnað. 94-8 var hann varabæjarfulltrúi og hann búinn að vera bæjarfulltrúi síðan 98 eða 20 ár. Árni Sigfússon lætur nú á störfum eftir 16 ára veru hér í bæjarstjórn, lengst af sem bæjarstjóri. Það merkilegt fyrir þær sakir að þessi 2 menn eru alvöru forystumenn í stjórnmálum og alvöru forystu fólk og alvöru leiðtogar veita ungu fólki í raunveruleg tækifæri. Og þessir menn hafa svo sannarlega gert það. Rúmlega 20 strákur var settur inn í velferðarnefnd að takast á við stór verkefni þar, gríðarlegur fjöldi á fjárhagsaðstoð, stór og mikill málaflokkur. Og fínt að minnast þess að þegar Árni kom hér 2002 þá var hann sjálfur formaður fræðsluráðs af því að hann lagði höfuðáherslu á það að sveitarfélagið myndi fara frá því að vera það sveitarfélag með lakasta árangurinn í grunnskólanum sem að urðu svo á þeim bestu. En það eru svona forystumenn sem að veita ungu fólki tækifæri. Satt flesta fundi fræðsluráðs í stjórn Fasteigna Reykjanesbæjar og fengi að vinna fullt af góðum málum framgang. Og það það sem hefur svona situr eftir þetta þessi gríðarlega samstarf og samvinna bæði meiri og minnihluta. Inn í nefndunum engin meiri og minnihluti. Men við erum öll hér með það markmið að gera þetta samfélag okkar enn betra. Og það dræfið okkar. Það ekki titlar eða stólar eða embætti eða hvað það Það að gera samfélag okkar betri í dag en það var í gær. Og það tókst okkur vel til í þeim nefndum sem ég starfaði og með þeim bæjarfulltrúum sem ég starfaði á kjörtímabilinu. Ég vil einnig nýta þetta tækifæri og óska Samfylkingunni til hamingju með það að sýna það í verki að Samfylkingin treystir ungu fólki til raunverulega áhrifa, að gera Styrmi Gauta Fjellsteð að yngsta bæjarfulltrúa í sögu Reykjanesbæjar mjög merkilegt. Og ég glaður að sjá Styrmi Gauta hér og hann mikill fengur fyrir þetta sveitarfélag að koma inn í bæjarstjórn. Reykjanesbær með einn lægsta og yngsta meðalaldur á Íslandi. Hér þetta sveitarfélag tækifæranna, gríðarlegur vöxtur íbúa, gríðarlegur vöxtur á íbúum af erlendum uppruna. Við erum að sjá það að við erum að verða 21, 22 og áður við vitum að verður þriðjungur bæjarbúa af erlendum uppruna. Og það eru tækifæri í því. Það eru ótrúlega tækifæri en það eru á sama tíma áskorun. Ég horfi björtum augum á framtíðina. Sérstaklega hafandi hlustað á þá bæjarfulltrúa sem að hér verða áfram í bæjarstjórn og þá frambjóðendur sem að gáfu kost á sér í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum að það fólk virðist vera með raunverulegan metnað til að gera samfélagið enn betra. Hér á eftir að taka stórar og miklar ákvarðanir í skipulagsmálum, í fræðslumálunum, hvernig ætlum við að takast á við þennan gríðarlega vöxt íbúa af erlendum uppruna og það eru ákvarðanir sem að munu marka þetta samfélag til lengdar. Tónninn okkar hér hefur kannski verið þannig að við fáum ekki eitt eða neitt, við fáum lítið. Við þurfum að fá meira frá ríkisvaldinu. En við megum samt ekki gleyma því að tala þetta samfélag okkar upp.
Við erum að verða stærsta sveitarfélag utan höfuðborgarsvæðisins. Allra næstu dögum munum við taka fram úr Akureyri ef ég skil rétt. Það sá bæjarstjóri kannski leiðrétti það ef við erum orðin stærri en Akureyri. Ég held að það muni gerast núna allra næstu vikum. Við erum að tala sveitarfélag okkur upp. Við sjáum fréttir af því að fasteignamagn hækkar hér 20% ár eftir ár. Ár eftir ár. Jú, vissulega það kostnaðarsamt fyrir þá íbúa, en tökum það jákvæða. Fólk hefur meira á milli handana. Fasteignaverð hefur hækkað. Það er keyrt áfram á eftir. Þannig að við skulum líka minnast þess sem að vel gert, því gríðarlega góða samstarf sem hér hefur verið, og mér finnst fínt að enda þessi orð á samvinnu, og það sem hefur einkennt þetta kjörtímabil samvinna og samstarf. Fjárhagsáætlun öll árin voru samþykkt 11-0. Það til eftirbreytni og skora ég á nýja bæjarstjórn að reyna að halda þeim vinnubrögðum áfram, en það hefst með samræðu og samstarf. Að aðilar máls fái að koma að öllum málum frá upphafsstigum. Að þessu sögðu þakka ég fyrir mig í bili að minnsta kosti. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, frá árinu 2002 og allt til þessa dags þá hafa mikilvægustu þættir í framtíðarsýn Reykjanesbæjar fjallað hamingju og heilbrigði íbúana með margvíslegum útfærslum á leiðum að markmiðinu. Þar virtur réttur hvers einstaklings til þess að skilja hamingjuna á sinn persónulega hátt. Hún á það þó sammerkt með öllum að hún opnar einstaklingnum sín á bjarta framtíð. Skynjun á hvað telst til heilbrigðra lífshátta, það líklega síður einstaklingsbundin skynjun heldur en hamingjan. Hamingja og heilbrigði eru metnaðarfull markmið. Framkvæmd þeirra kallar á mikla forvarna vinnu eins og við höfum verið að ræða hér í dag. Við viljum skapa umhverfi þar sem íbúarnir hafa skýra sýn á framtíðina og geta notið hæfileika sinna. Markmiðin þurfa að falla að heildarskipulagi samfélagsins. Þau krefjast þess að við skilgreinum viðmið gott samfélag og séum vakandi fyrir breytingum á samfélaginu. Viðmiðin sem þarf til og við erum vonandi öll sammála þau varða ýmsar umbætur í samfélaginu. Það góður aðbúnaður barna, það vandað skólakerfi, það öruggar og fljótvirkar samgöngur, það auðveldur aðgangur að fjölbreyttri þjónustu, það örugt og skilvirkt stjórnkerfi, og það vinsamleg og örugg íbúahverfi, það lág glæpatíðni, það fallegt og hreint umhverfi, það góð heilbrigðisþjónusta og fjölbreytt og vel launuð atvinnutækifæri. Þetta eru lyklar að góðu samfélagi, en því miður þá stjórnum við þeim ekki öllum. Til að lyklarnir virki þá þarf að aðhafast og það höfum við svo sannarlega gert. Ágætu félagar, nú ég í þann veginn að kveðja þessar pælingar sem sveitarstjórnarmaður. Þetta hafi verið viðburðarík ár mikilla væntinga, mikilla framkvæmda, vonbrigða, en aftur jákvæðra væntinga og fyrst og fremst mikillar og jákvæðrar framþróunar fyrir okkar samfélag. Á merkilegri kynningu sviðsmyndir fyrir Reykjanes fyrir árið 2040, eftir 22 ár, þá skýndust menn einnig 22 ár aftur í tíman til að sýna hversu ótrúlega stutt það í raun. Ég ætla ekki að fara svo aftarlega, aðeins að umhverfi upp úr síðustu aldamótum. Þá ríkti hér bágt ástand á ýmsum sviðum og það hefur orðið mikil breyting. Atvinnulífið var einhæft og byggði á varnarliði og láglaunastörfum á flugvelli.
Allt ytra skipulag skólana í kjölfar sameiningar sveitarfélagana 1994 var til fyrirmyndar en einkunnir voru með því lélegasta sem gerðist á landinu og unglingadrykkja og reykingar unglinga voru álitin mikið vandamál. Það var ekki búið að malbika allar götur í bæjarfélaginu og íbúaþróun var stöðnuð. Svonefnt skuldahlutfall var yfir 200%. Þetta sem hefur tröllriðið fjölmiðlum og ekkert sveitafélag vill vera með hæsta hlutfalli í þessu, yfir 200% strax árið 2002. Við völdum viðfangsefnin að hefja undirbúning að byggingu nýrra íbúahverfa, efla atvinnusvæði meðal annars Helguvík og svæði við Reykjanesbrautina. Þetta var til að styrkja tekjustofna. Við ákváðum að gera skólan okkar þá bestu í stað þeirra verstu, vinna gegn unglingadrykkju. Við vildum styðja við öflugt íþrótt- og menningarlíf og bæta umhverfið. Öll þessi vinna okkar og fjárfestingar þýddu auðvitað miklar lántökur, sumar í formi leigukerfis í gegnum fasteign og aðrar með beinum lánum. En það er mikilvægt að hafa alltaf í huga að rekstur bæjarins, það hvernig okkur tókst að reka bæjarskrifstofur, skólana, þjónustumiðstöð og alla þjónustu, það var gert á mjög hagkvæman hátt og í samanburði sveitafélaga vorum við eitt af þeim sem veittu mesta þjónustu fyrir minnstan tilkostnað á íbúa og við höfum frekar styrkt okkur á þeim stað á síðasta þessu kjörtímabili sem nú er að líða. Skuldirnar voru því fjárfestingar, ekki rekstrarfé, en auðvitað voru afborganir og vextir okkur þungbyrði. Það var það árið 2002 og það er það árið 2018. Skuldahlutfallið hefur alltaf verið yfir svonefndum viðmiðum ríkiseftirlitsnefndarinnar. En við höfum aldrei verið í vanskilum í rekstri. Við berum einnig ábyrgð á lántökum hafnarinnar vegna hafnaframkvæmda og við berum ábyrgð á lánum vegna félagslegra fasteigna og við höfum farið í mjög miklar fjárfestingar í innviðum, leik- og grunnskólum eins og menn þekkja. Og skuldir okkar breyttust einnig mikið þegar að við tókum við meirihluta í HS Veitum. Við höfðum aldrei átt meirihluta í hitaveitu Suðurnesja. Og þegar lög kröfðu okkur að skipta veiturekstri í sérleyfisrekstur og samkeppnisrekstur, þá vorum við eina sveitafélagið sem hélt sjó. Við komum því svo fyrir að við eignuðumst meirihluta í HS Veitum, sérleyfisfyrirtækinu, en þar með færðust allar skuldir fyrirtækisins inn í okkar efnahagsreikning. Í þeirri skuldatölu sem gjarnan er talað eru bara bornar saman tekjur á móti heildarskuldum og þar eru þessi fyrirtæki öll í pakkanum nú. En í hverju liggja fjárfestingarnar eftir þennan tíma? Við byggðum vandaða leikskóla og grunnskóla, gerðum nauðsynlegar endurbætur og viðbyggingar þar. Við náðum því að gera Reykjanesbæ þekktan fyrir góða skóla og þjónustu við barnafjölskyldur. Hingað komu forsvarsmenn skóla og sveitarfélaga í umvörpum til að læra hvernig okkur hefði tekist að gera það. Þar á meðal voru Árborg, Hafnarfjörður, Þorlákshöfn, Kópavogur, allt sveitarfélag sem tóku upp aðferðafræði okkar og hafa skilað miklum árangri. Árangri í minnkun unglingadrykkju og reykinga úr verstu stöðu í þá bestu, líkt og með árangur á samræmdum grunnskólaprófum. Stórfelldar endurbætur á mannvirkjum bæjarins, íþróttahúsum, sundmiðstöð og skólum, landnámsdýragarðurinn, víkingaheimar og Hafnargatan, hreinlega tekin í nefið, grafin upp og endurbyggð frá grunni, endurbygging sundmiðstöðvar, yfirbyggð 50 metra innilaug, vatnaveröld, nýtt íþróttasvæði vestan Reykjaneshallar, ný félags- og þjónustumiðstöð aldraðra, nýtt hjúkrunarheimili, endurbygging Stapans, allt frá endurbyggingu alls frárennsliskerfis yfir í endurbætur sala og viðbygginga, hljómahöll,
nýr tónlistarskóli og stærstu umferðaröryggisbæturnar, hringtorgin, sem mörg hver eru að byggja upp öruggari leiðir fyrir börnin frá skóla og til íþrótta og heimilis. Og mörg eru þau prýdd útilistaverkum sem ég finn að menn kunna betur að meta. En líklega síðasta útilistaverkið okkar er vatnstankurinn á Vatnsholtinu. Við náðum að semja við Vegagerðina byggingu 2 mislægra gatnamóta í bæinn og það nánast enn einsdæmi á meðal sveitarfélaga, merkilegt nokk. Varnir gegn ágangi sjávar við alla strandlengjuna, göngustígur meðfram strandlengjunni, stór átak og að stóran hluta í boði Siglingastofnunar. Vörn var snúið í sókn á Ásbrú eftir brotthvarf hersins, endurbygging þar, sannarlega smíðum við plógjárn úr sverðunum, stofnuðum keili. 3 nýir leikskólar og endurbætur hinna og grunnskólar með besta aðbúnað á landinu varða sérkennslu og hreyfiaðstöðu. Endurbygging dúshúsanna, bryggjuhúsið, bíósalurinn og uppsetning safna, sýninga þar. Við vorum að fagna hér 15 ára afmæli listasafnsins, eins og hér var nefnt áðan, bátasafnið, skessan í hellinum og nú síðast byggðu upp þar gestastofa Reykjanesjarðans og það má líka minnast á stærra geymsluhús fyrir byggðasafnið. Aðkomur í bæinn, ásýndin inn í bæinn, málefni aldraðra, félagsmiðstöð aldraðra sem til fyrirmyndar á landinu, hjúkrunarheimili, þjónustuíbúðir við hliðina og smáatriðin. Það voru hvergi kantsteinar meðfram stofnbrautum, gjarnan forarsvað utan brautana og því var skjótbreytt, einfalt og snyrtilegt, gras og kantsteinar, ódýr efniviður, gróðursetning víða bæ, leikvellirnir og allt var þetta gert af fjárvana sveitarfélagi til að tryggja núverandi íbúum bestu lífsgæði og sannfærðum að það myndi draga að, efla tekjustofna og nýtast framtíðar íbúum eins og þeir nú þekkja. Markmiðin og grunngildi, hamingja og heilbrigði íbúa og þegar upp staðið lægra skuldahlutfall í dag en var árið 2002 þökk sé samhentri bæjarstjórn. Það má vel vera að hér standi fyrir framan ykkur skringileg blanda af sósíalista og frjálshyggjumanni, eins og einhver sagði. Ég allavega læt ekki auðvaldið og bankakerfið segja okkur fyrir verkum. Þegar kemur að hamingju og heill bæjarbúa, það skulu engir bankamenn á tugmilljóna mánaðarlaunum segja okkur að hér sé ekki efni til að börnin njóti alls hins besta. Fulltrúar erlendra vogunarsjóða sem höfðu 100 milljóna á ári í tekjur, þeir heimtuðu sitt eftir kreppuna og ríkið lék með, þeir gáfu ekkert eftir. Sögðu okkur í erfiðri fjárhagsstöðu að fara heim og taka til hjá okkur. Taka til hjá okkur. Fátæku, velreknu samfélagi á Reykjanesi sem var að berjast við að gera íbúum fært að lifa mannsæmandi lífi. Búa við gott umhverfi, góða menntun, góða þjónustu við aldraða. Taki til hjá ykkur, sögðu þeir og stigu svo inn í Range Rover jeppana sína á leið í laxveiði, eflaust vel tekið til í veiðihúsunum, stífbúnaðir bílar. Ég ekki fulltrúi óhefts auðvalds. Ég segi nei við því, við megum aldrei verða taglnýtingar óheftrar markaðshyggju og vanvirðingar fyrir samhug og mannlegum gildum. Nei. En við þurfum að nýta einkaframtækið, þá frumkrafta sem þar leynast. En við þurfum að vera á varðbergi sem sveitarfélag gagnvart því að einkaframtækið sé þá nýtt í þágu almennings. Að vera á varðbergi gagnvart því að þar kunna vera einhver sem ætla sér að nýta sér slíka hugmyndafræði til að níðast á lítilmagnanum eða öllu heldur kæra sig kollótta afdrif þeirra. Ég ekki þar og við erum ekki þar
Við eigum að hafa ímugust gagnvart gerðum slíkra einstaklinga hvar í flokki sem þeir fela sig. Allt sem við unnum hér var unnið af lífs- og sálarkröftum til að skapa samfélag sem hafði upp á gott að bjóða. Það var barátt upp á hver dag og árangurinn frábært samfélag sem við viljum öll áfram búa í og hingað streyma nýir íbúar. Ég sé enn vilja bæjarfulltrúa og ég sé enn að bæjarfulltrúar vinna af lífs- og sálarkröftum og þannig á það að vera og vonandi verður áfram. Og atvinnutækifærin og stór Helguvíkur svæðin, kalka, sorpeyðing, síldarvinnslan, hrognavinnslan, olíuflutningarnir, kísilver, álver, geymsluhúsnæði af ýmsum toga og tilbúið iðnaðarsvæði. Það þýðir ekki að gefast upp þótt eitt fyrirtæki hafi komið gríðarlega illa fram við okkur, svikið okkur, klúðrað málum, áfram með uppbyggingu til iðnaðar og fjölbreytni í atvinnutækifærum í Helguvík. Iðnað sem stenst ströngustu umhverfis kröfur, engan reik eða fílu yfir íbúana, það var aldrei í starfsleyfinu. En við leggjum ekki kísilframleiðslu í einelti. Hún undirstaða sólarselluframleiðslu og umhverfisvænnar framtíðar, en þá þarf að vinna kísilinn án þess að hann sé okkur til trafala, ekki reykur, ekki fíla, annars ekkert starfsleyfi. En leggjum ekki framtíðar áform iðnaðar í rúst vegna þess að einn aðili plataði kerfið og fór vitlaust af stað. Það líkt og að leggja af flugsamgöngur af því að eitt flugfélag svindlar á rekstrarleyfum. Vonandi hugsið þið þetta skýrt áfram, framtíðar bæjarfulltrúar. Og tækifærin sem við höfum verið að byggja upp til að auka fjölbreytni, þau eru víða í atvinnumálunum, gagnaverin, lífræn rækt, ferðaþjónusta, flutningaþjónusta, jarðvangurinn á Reykjanesi, auðlindagarðurinn. Þetta getur verið mjög áhugaverðir tímar framundan. Og kæru félagar, ég hef kynnst mörgu úrvalsfólki á þessari baráttugöngu hér í Reykjanesbæ. Fólkið sem tilbúið til að berjast fyrir bæinn sinn og fyrir íbúana. Og það hefur komið úr mismunandi frambúðum. Sum hallað til vinstri, önnur á miðju og önnur til hægri. Og við höfum oftast fundið samstarfsfleti þótt það sem út af beri fái jafnan mesta athygli fjölmiðla. Traustið undirstaða góð samstarfs. Þess vegna gæti hér verið mun stærri meirihluti en sá sem nú að taka við. En kerfið sveigir okkur eiginlega frá slíkum aðferðum og við verðumst ekki vilja ganga gegn kerfinu. Það eins og bakland okkar vilji ekki nýja hugsun í stjórnmál. Vilji skerpa línur, hafa 2 eða fleiri lið þar sem hægt að berja á andstæðingnum í orði og verki. En ég hef þannig starfað með fjölda fólks hér í bæjarstjórn og við erum flest í sama liði, óháð flokkum. Það verður langt mál og líklega ósanngjarnt að gefa sumum samferðamönnum mínum einkunn en öðrum ekki. Við vitum að við höfum náð saman mikilvæg mál og að við treystum hvert öðru. Þetta á bæði við bæjarfulltrúa en ekki síður embættismenn Reykjanesbæjar í þau 16 ár sem ég hef starfað með þeim ýmist sem bæjarfulltrúi eða bæjarstjóri. Hér einstakt fólk með gríðarlegan metnað fyrir bæinn sinn, fólk sem leggur sig allt fram til að vinna vel. Fólk sem tók á sig launalækkun í kreppunni. Starfsmenn Reykjanesbæjar, fyrrverandi og núverandi, hafi kærar þakkir fyrir samstarfið. Einn einstakling vil ég þó draga fram úr öllum þessum fjölda til að þakka fyrir einstakt framlag í þágu bæjarins okkar. Ósérhlífni, greind og dugnað og það sem mestu skiptir einstaka vináttu og það Böðvar Jónsson. Ég fullyrði að án hans hefði okkur ekki tekist að byggja árangur á svo mörgum sviðum. Hann einstaklega lausnamiðaður og hefur gjarnan fundið leiðir sem eru hagsælar fyrir bæinn okkar í mörgum erfiðum þrautum sem við höfum gengið í gegnum.
Hann á því mikinn heiður af flestu því sem vel hefur tekist. Hann á jafnframt heiður af því að hafa starfað í þágu bæjarins okkar, hvort sem hann hét vera í meiri hluta eða minni hluta. Á þessu kjörtímabili sem nú að ljúka höfum við öll sameiginlega lagt línur og við vitum að þar hefur Böðvar Jónsson oft verið hinn athuguli og lausnamiðaði félagi óháð flokkslínum. Og ég vil þakka Böðvari Jónssoni fyrir einstaka vináttu og einstakt framlag í þágu bæjarins okkar. Ég vil eiginlega við brjótum hér reglu, stöndum upp og klöppum fyrir honum. Ég flyt síðan þakkir fyrir gott samstarf og óska nýrri bæjarstjórn góðs gengis. Gunnar Þórðarsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var ánægjulegt að hlusta á Árna flytja þessa ræðu. Það er svona yfirgrip yfir farsælan feril, ekki bara hans, heldur bæjarstjórnarinnar í gegnum tíðina. Þegar ég kom inn í þetta fyrst fyrir 8 árum, þá var ég í flokki með honum og fann að þar bjó í flokknum mikil þekking og mikil sýn á bjarta framtíð Reykjanesbæjar. Þótt að hafi kastast í kekki milli okkar, að þá er enga síður hægt að þakka fyrir það sem vel var gert á þessum tíma. Ég hef verið í meirihluta frá því ég kom inn í bæjarstjórn, eins og það kallast. En á þessu kjörtímabili hefur þetta verið einhvern veginn þannig að það verið mikil samstaða milli manna í bæjarstjórn. Og ákaflega svona gaman að taka þátt í því. Þetta verður allt öðruvísi heldur en fyrra kjörtímabil. Ég fekk reynda tækifæri til þess að vera bæði forseti bæjarstjórnar og formaður bæjarráðs á þessum tíma og jafnframt verið formaður sambands sveitarfélaga, formaður íþróttaráðs og núna síðast formaður stjórnar HS-veitna. Allt hefur þetta verið gefandi verkefni, gefið manni innsýn inn í margt sem að tilheyrir starfi bæjarfulltrúa og gerir mann einhvern veginn víðsýnni og betri. Og ég vona það að bæjarbúar hafi notið góðs af, ég veit það reyndar. Við höfum fært sveitarfélagið ofar á lista velrekinna sveitarfélaga. Við höfum tekið þátt í því að gera góðan bæ betri. Nú hverfa á braut, hvorki meira en minni 6 bæjarfulltrúar, það er óvenju mikið, óvenju margt fólk sem að víkur sæti úr bæjarstjórn. Það komu auðvitað 6 í staðinn, en allt er þetta fólk sem er að hverfa reynslu hokið og það verður ákveðin söknuður af því. Ég tek undir það að Böðvar hefur verið afskaplega duglegur í gegnum tíðina. Að vera hérna í 20 ár er auðvitað bara met, trúi ég. Og ástæða til þess að þakka honum sérstaklega fyrir þá ósérhlífni sem hann hefur sýnt í þessu störfum. Nú ég vil líka þakka fyrir það sem að við höfum gert þessu síðasta kjörtímabili, ekki bara þeim sem að töldust vera í meirihluta, heldur líka minnihluta. Og sé svo sem fyrir mér að í framtíðinni þá verði þetta ekki svona skipt, heldur bara takið með málefni hvert fyrir sig og ræði þau og komist að sameiginlegri niðurstöðu. Ef ekki, að þá myndist eitthvað meirihluti
ákveðin verkefni. Þetta er mín draumsýn. Jú, ég sagði áðan að ég hefði fengið tækifæri til að sinna ýmsum verkefnum. Nú tekur kannski við eitthvað sem ég hef ekki prófað áður, það er að vera í minnihluta. Það verður eitthvað sem er áskorun á vissan hátt, þó ég hef ekki mikla trú á því að við verðum nokkur skárri fyrir það að vera í minnihluta. Ég mun fylgja eftir fast því sem að ég hef áhuga á og vil gera, burtséð frá því hvað bæjarstjórnin öll að undanskildum mér vil ég gera. Fara aðra leið kannski, það skiptir ekki máli. Ég fylgi minni sannfæringu áfram. Kristinn Jakobsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir, viðtakandi bæjarfulltrúar. Ég hef oft rætt kjörorð Framsóknar, vinna, vöxtur, velferð. Þetta er eiginlega jafna. Það verður að vera vinna sem að skapar vöxtinn til þess að tryggja velferðina. Og þetta er gömul slagorð Framsóknarflokksins og þau alveg jafn vel við núna eins og þá þegar þau voru samin eða sköpuð. Við verðum að tryggja atvinnu til þess að tryggja vöxtinn, til þess að við getum búið við velferð. Og það á ekki bara við Reykjanesbæ, það á við Ísland allt. Mér langar að þakka starfsmönnum Reykjanesbæjar fyrir ánægilegu kynni og samstarf á síðastliðnum 8 árum og þetta hefur verið lærdómsríkur ferill og skemmtilegur stundum og stundum alveg hundleiðilegur. Það verður bara að viðurkennast og það er ekkert starfsmönnunum að kenna, það er frekar pólitíkin að kenna. En framtíðar Reykjanesbæjar, ég tala í fleirtölu þannig með framtíð, það er svolítið undarlegt, en framtíðar Reykjanesbæjar eru bjartar. Það er í ykkar höndum, viðtakandi bæjarfulltrúa og bæjarbúana líka. Takið þeim fagnandi, en farið varlega að þeim, framtíðunum. Umfram allt vinnið að því að raungera þær og gera þær bjartari fyrir bæjarbúa, bæjarfélagið, samfélagið hérna í Reykjanesbæ og gerið þær helst bjartari og vinnið að öll þessi mál sem þið börðust fyrir í kosningabaráttunni síðast núna í maí að þær eru, ég ber engan kvíðbúa fyrir því að framtíð Reykjanesbæjar verði ekki björt. Við erum á fullri ferð inn í framtíðina og ég fagna nýrri bæjarstjórn og óska henni til bara velfarnaðar og fagna því að Framsóknarflokkurinn verði vonandi í meirihluta ef allt fer að því sem stefnt er að. Ég þakka fyrir bara síðastliðin 8 ár hér. Takk. Þá var það hinn umræddi Böðvar Jónsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Það er óneitanlega nokkuð sérstakt að vera að koma hér upp í síðasta skipti í ræðustóli í bæjarstjórn. 24 árum eftir ég flutti þá fyrstu, sem var þann 16. ágúst 1994. En allt hefur sinn tíma og það er alltaf gott að setja punkt fyrir aftan ákveðin verkefni og þá líka við setuna í bæjarstjórn. Og þá má heldur ekki gleyma því
að leið og einni hurð lokað þá gefast tækifæri til þess að opna nokkur aðrar. Ég ætla að leyfa mér að fara hér örfáum orðum þessi ár. Þrátt fyrir að hafa verið aðeins annar varamaður í bæjarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn á kjörtímabilinu 94-8 að þá sat ég að jafnaði rúmlega fjórðung bæjarstjórnarfunda sem haldið voru á því kjörtímabili og það var lærdómsríkt fyrir ungan mann að taka þátt í að móta nýtt sameinað sveitarfélag þar sem að margir voru í raun enn ósáttir með sameininguna. Það hafði verið mikil verðbólga hér í landinu nokkur ár þar á undan og það var töluvert atvinnuleysi hér á Suðurnesjum á þessum tíma. Og ég minnist þess að eitt fyrsta samtal sem ég átti við bæjarbúa eftir þessar kosningar var þegar hann kom inn á skrifstofu mína sem var við Hafnargötuna, settist þar inn án þess að kynna sig eða segja á sér nein frekari deili, landi hnefanum í borðið og sagði: Hvað ætlar þú að gera sem kjörinn fulltrúi til þess að bæta stöðuna svo ég geti fengið vinnu og afla tekna til þess að gefa börnunum mínum að borða? Og ég verð að viðurkenna að þetta var smá áfall fyrir nýkjörinn varabæjarfulltrúa að fá svo harða framgöngu af hálfu íbúa, en leið ágætt kennslustund í því hvað hlutverk bæjarfulltrúans er. Það er fyrst og fremst að skapa þær aðstæður að íbúar geti framfleytt sér og fjölskyldum sínum, tryggt að atvinnulífið geti blómstrað og skapað íbúum atvinnu og leið að tryggja aðstöðu og aðbúnað svo að hér sé gott að búa og lifa. Flóknar er það nú ekki. En það getur verið erfitt að finna réttu leiðirnar að þessu markmiði. Fyrsta hlutverk mitt í bæjarkerfinu var samt kannski ekki alveg í anda þess sem að bæjarfélagið var að fást við þá stundina, það er að segja efla atvinnulífið og skapa fleiri störf, vegna þess að það var að leggja niður bæjarútgerðina sem að var í Keflavík fyrir sameiningu, Stakksvík HF. Félagið hafði reyndar hætt útgerð nokkur áður og selt frá sér togarana, en átt að enga síður talsverðar eignir, bæði í fasteignum, tækjum og búnaði, sem að þurfti að koma í vinnu og tryggja áframhaldandi starfsemi þó að það væri ekki á forræði bæjarfélagsins. Annað stórt verkefni á því kjörtímabili og eitt af þeim sem ég er í raun stoltastur af í gegnum árin mín hér í bæjarstjórn var að stýra verkefnastjórn sem fjallaði framtíð tónlistarskólana og tónlistarkennslu í sameinuðu sveitarfélagi. Í lokaskýrslu þeirra nefndar var meðal annars lagt til að forskóli tónlistarskólana yrði skyldugrein í öllum grunnskólum 1. og 2. bekkjar. Tónlistarstofur yrðu byggðar í öllum grunnskólum sveitarfélagsins og tónlistarkennsla 1. árgangana yrði færð inn í skólana og samþætt stundaskrá grunnskólana. Þannig þyrfti nemendur tónlistarskólans ekki að stunda hljóðfæranám eftir skóla í húsi einhvers staðar út í bæ, heldur getur gert það í skólanum og á skólatíma. Og að lokum var þá lagt til að ekki yrði hugað að nýju húsnæði fyrir tónlistarskólan fyrir en að reynsla væri komin á þetta fyrirkomulag. Allar þessar tillögur hlutu brautargengi og má segja að tónlistarskólinn sem alla tíð hefur verið framúrskarandi hafi frá þeim tíma jafnframt verið eitt sá framsæknasti á landinu hvað varðar kennsluhætti. Það var svo 2014 sem að nýtt húsnæði tónlistarskólans var tekið í notkun í Hljómahöll og það húsnæði með sama hætti og starfsemin öll, algjörlega framúrskarandi í samanburði við aðra tónlistarskóla hér á landi. Ég vil því segja við þá sem að hér eru og verða áfram í bæjarstjórn að það þarf að tryggja að starfsemi tónlistarskólans verði áfram í Hljómahöll ótkomna tíð og það verði ekki stundarhagsmunir bæjarins í fjármálum sem að ráði því að eignarhald hússins fari í aðrar hendur og starfsemin verði færð á annan stað. Það væri döpur niðurstaða og algjörlega óþörf.
Næsta kjörtímabil á eftir, árin 98 til 2002, var mikið uppbyggingartímabil, en þá tóku sveitarfélögin við rekstri grunnskólana sem áður höfðu verið á herðum ríkisvaldsins. Með þessum breytingum fylgdi einnig krafa innsetningu þannig að öll börn gætu byrjað og lokið skólatímanum á sama tíma dagsins. Sambærileg aðstaða og aðbúnaður átti að vera í öllum skólum, hvort sem þeir væru nýir eða eldri. Mötuneyti komið upp í öllum skólum og svo mætti áfram telja. Ég sat í 3 manna starfshópi ásamt Skúla Skúlasyni og Jóhanni Geirdal og stýrði hópurinn þessu verkefni. Á þessu kjörtímabili var Heiðarskóli byggður, byggt var við Njarðvíkurskóla, Holtaskóla og Myllubakkaskóla, búnaður endurnýjaður í öllum skólunum, skólalóðir allra skóla endurnýjaðar eða endurbyggðar frá grunni, ný leiktæki og sparkvellir settir upp við hvern skóla. Fyrirkomulagi í kennslu var breytt í Keflavíkurskólanum úr því að vera aðskilinn barnaskóli og unglingaskóli yfir í allir skólar væru langskiptir fyrir 1. til 10. bekk. Skólahaldi var hætt í skólavegi 1 og kennsla flutt í Myllubakkaskóla. Í þessu fólust gríðarlegar breytingar og leið miklar fjárfestingar í húsnæði og búnaði. En ótrúlega skemmtilegt verkefni og það ríkti mikil samstaða í bæjarstjórn. Í 9 ár frá árinu 2002 að telja gegndi ég embætti formanns bæjarráðs og ég framhaldi því embætti forseta bæjarstjórnar í 3 ár þar á eftir. Á þeim tíma ótal margt sem vert að minnast á en ég ætla aðeins að nefna hér nokkur. Uppbygging skólamannvirkja hélt áfram en jafnframt var lagður grunnur að gjörbreyttum áherslum í öllu skólastarfi. Undir forystu þáverandi bæjarstjóra Árna Sigfússonar og þáverandi fræðslustjóra Gylfa Jóns Gylfasonar. Samhliða uppbyggingu Akurskóla og opnun Háaleitisskóla og leikskólana Hjallatúns, Akurs, Vesturbergs, Háaleitis og Vallar fór árangur okkar nemenda úr því að vera meðal slökustu meðalengun á landinu yfir í það að vera yfir landsmeðaltali og mörgum tilfellum í það að vera meðal þess hæsta á landinu. Þann árangur verður að varðveita og viðhalda. Málefni félagsþjónustunnar breyttist einnig gríðarlega á 20 ára tímabili og hefur farið úr því að vera fyrst og fremst útdeiling á félagslegum íbúðum yfir í það að vera fagleg deild á sviði sálfræði, barnaverndar, fjárhagsaðstoðar og málefna fatlaðra. Verkefni sveitarfélaganna á þessu sviði hafa því gjörbreyst og stóraukist á síðustu áratugum. Það var því vel við hæfi á sínum tíma að breyta nafni deildarinnar úr félagsmálastofnun eins og hún hét á sínum tíma yfir í fjölskyldu og félagsþjónustuna. Þjónusta við aldraða og aðstaða fyrir þann hóp tók ennfremur miklum breytingum á tímabilinu 2006-14. Í áratugi hafði barátta Suðurnesjamanna staðið byggingu svokallara díálmu við sjúkrahúsið til að þjónusta aldraða og sjúka einstaklinga, en því miður hafði lítið orðið ágengt í þeirri baráttu. Nýlokið var byggingu á 25 félagslegum leiguíbúðum fyrir aldraða að Kirkjuvegi 5, en stíga þurfti stærri og fastari skref í þjónustu við þennan hóp. Fyrstu hugmyndir nýja sýn í þjónustu við aldraða komu fram í kringum 2003, en 3 árum síðar var hugmyndafræðin Nesvelli sett fram, þar sem rísa átti þjónustu íbúðir, séreignaríbúðir, hjúkrunarheimili, ásamt þjónustukjarna og félagsmiðstöð fyrir aldraða. Á rúmlega 8 ára tímabili 2006-14 urðu öll þessi áform að veruleika. Á sama tíma var einnig gerð breyting á Hlévangi og því heimili breytt úr dvalarheimili í hjúkrunarheimili. Í Reykjanesbæ urðu því til 90 hjúkrunarrými fyrir aldraða þar sem ekkert hafði verið áður. Nú þarf að fylgja fast eftir þeim áformum sem hér komu fram fyrir á fundunum í dag byggingu 60 rúma hjúkrunarheimili við Nesvelli með 39 rýmum og jafnframt betri aðstöðu fyrir þá 30 íbúa sem nú dvelja á Hlévangi.
Fáir málaflokkar hafa tekið viðlíka breytingum á þessum 24 árum frá stofnun sveitarfélagsins eins og menningarmálin annars vegar og íþrótta- og tómstundamálin hins vegar. Ég hef þegar fjallað um tónlistarskólann en auk breytinga uppbygging dúshúsanna og opnun listasafnsins sennilega það sem hæst ber á menningarsviðinu. Það þó síðan svo það eina í þessum málaflokki því að á sama tíma fékk leikfélagið einnig sína aðstöðu í Frumleikhúsinu. Víkingaheimar voru byggðir, ljósanótt og barnahátíð urðu til og þróuðust í að verða glæsilegar fjölskyldahátíðir á landsvísu. Alla tíð hefur aðstaða til íþróttaiðkunar verið til mikilla fyrirmyndar hér í sveitarfélaginu og svo var reyndar einnig í Keflavík og Njarðvík fyrir sameiningu. Það þó erfitt að skilja við hér í bæjarstjórn án þess að nefna uppbyggingu íþróttamannvirkja á þessu tímabili. En efst mér í minni uppbygging Reykjaneshallarinnar, enda var hún gríðarlegt framfaraskref fyrir knattspyrnuna í bæjarfélaginu, en leið var framkvæmdin afar umdeild. Ekki endilega meðal bæjarbúa, heldur fyrst og fremst hér í bæjarstjórn. Nokkur í bæjarfulltrúar lögðust af öllum krafti gegn framkvæmdinni og fundu henni allt til foráttu. Hvort sem var að ræða staðsetningu, aðferðafræði, fjármögnun, stærð hússins, aðbúnað innandyra og svo mætti í raun endalaust áfram telja. Ég fegin að hafa barist hart fyrir þessu verkefni á sínum tíma og ég tel reyndar að fáir af þeim sem voru í bæjarstjórn þá vil ég í dag rifja upp andstöðu sína sem þeir stóðu fyrir þá. En auk Reykjaneshallarinnar komu sparkvellir með gervigrasi við alla grunnskólana, knattspyrnan í Njarðvík byggði nýtt keppnis- og æfingasvæði við afreksbraut, stúkur voru byggðar við báða knattspyrnuvellina, bæði félög Keflavík og Njarðvík fengu félagsaðstöðu hvort á sínu stað, íþróttahúsin við Heiðarskóla og Akurskóla voru byggð, íþróttaakademían og reiðhöllin við Mánagrund svo eitthvað sé upptalið. Við finnum talsvert fyrir því í dag að hafa þurft að stöðva verklegar framkvæmdir í 4 ár og það mikilvægt að sú bæjarstjórn sem að tekur við í næstu viku marki sér fljótt uppbyggingarstefnu til næstu ára svo að Reykjanesbær verði áfram í fremstu röð hvað varðar aðstöðu fyrir íþróttaiðkun. Þegar horft tilbaka það alltaf svo að það eru góðu og jákvæðu atriðin sem kom upp í hugan. En auðvitað var margt sem að miður gekk. Tímabili 2006 til 2010 var gríðarlega erfitt fyrir marga sem að hér bjuggu og fjárhagslega breytingar snertu nánast allar fjölskyldur í Reykjanesbæ. Brotthvarf hersins 2006 leiddi af sér atvinnumissi fyrir tæplega 1000 íbúa Reykjanesbæjar og í kjölfarið kom bankahrun og fjármálakreppa þar sem að margir mistu húsnæði sitt og ævisparnað. Það var í raun við ólíkindum hvað vel gekk að bregðast við fyrra áfallinu, það að segja brotthvarfi hersins, og aftur undir forystu Árna Sigfússonar í samstarfi margra góðra aðila og félagasamtaka var mörgum íbúum hjálpað sem áttu sárt að binda á þessum tíma. En hrunið 2008 sem kom í kjölfarið var rothöggið sem að ekki var unnt að víkja sér undan og lítið sveitarfélag átti fá svör við þeirri stöðu sem að margir íbúar stóðu frammi fyrir þegar lán hækkuðu og eignaverð lækkaði, tekjur lækkuðu en greiðslubyrðin hækkaði og atvinnan minnkaði. Það fordæmalausa atvinnuleysi sem við urðum vitni að hér á þessu svæði í framhaldinu leiddi til mikils kostnaðar og leið minnkandi tekna sveitarfélagsins. Horft tilbaka, þá finnst mér einnig að ósamstaða og deilur smámál hafi í gegnum tíðina verið of algeng hér í bæjarstjórn. Á þessu kjörtímabili, ég tek undir með þeim sem að hér hafa nefnt þetta, á þessu kjörtímabili finnst mér að skref hafi verið stigin í meiri samvinnu
og betri einingu allra í bæjarstjórn, bæði meirihluta og minnihluta. Ég get vel upplýst það nú að vinur minn Árni Sigfússon var alla tíð talsmaður þess að nýta betur og meira bæjarfulltrúa minnihlutans á meðan að Sjálfstæðisflokkurinn var hér í hreinum meirihluta. Ég var minna á þeirri línu og taldi að flokkur sem hefði hreinan meirihluta þyrfti lítið að leita eftir kröftum minnihlutans. Það var röng skoðun af minni hálfu. Þó að hér sé myndaður meirihluti skiptingu embætta og ákveðna meginstefnur í rekstri og uppbyggingu sveitarfélagsins eru allir kjörnir bæjarfulltrúar með góðan vilja betra samfélag og það er mikilvægt að nýta sem best krafta og eiginleika þeirra allra. Ég ítreka, mér finnst að þessi bæjarstjórn og þá núverandi meirihluti hafi stigið góð skref í þessa átt og nýtt reynslu og hlustað eftir skoðunum okkar sem hafa verið í minnihluta á þessu kjörtímabili. Það mætti stíga stærri skref í þessu samhengi, til dæmis með sambærilegum hætti og gert á Alþingi, þar sem að fulltrúar minnihluta gegna formennsku í 2 til 3 nefndum og þetta mætti jafnvel sjá fyrir sér í samstarfsverkefnum sveitarfélaganna, þar sem jafnan ríkir algjör einhugur meðal bæjarfulltrúa í Reykjanesbæ stefnu og framtíð samstarfsins. Ég vona að ný bæjarstjórn taki það til skoðunar þegar í upphafi nýs kjörtímabils og þegar ný bæjarmálasamþykkt verður tekin til endurskoðunar í haust. Á þessum tæpa aldarfjórðungi sem ég hef starfað að bæjarmálum hef ég kynnst mörgum og góðum samstarfsmönnum, bæði meðal bæjarfulltrúa og starfsmanna og eignast marga góða vini. Og ég ætla ekki að fara í manngreinarálit milli þess góða fólks sem ég hef kynnst og þetta ekki til þess að launa ofhólið hér áðan, heldur vil ég leyfa mér að nefna sérstaklega afar gott samstarf og skemmtilegt og fyrir mig lærdómsríkt samstarf við góðan vin minn Árna Sigfússon til síðustu 16 ára. Ekki aðeins kenndi hann mér margt í mannlegum samskiptum, heldur þroskuðust viðhorf mín og pólitísk sýn til hins betra á þessum tíma á samstarfi og viðræðum við hann. Þótt rúmlega 90 einstaklingar hafi setið fundi í bæjarstjórn frá árinu 1994 aðeins 35 sem hafa verið kjörnir aðalmenn í bæjarstjórn. Með því nýja fólki sem nú kemur inn á næsta kjörtímabili eru þá kjörnir bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar orðnir 41 frá upphafi. Aðrir sem hafa setið fundi bæjarstjórnar hafa komið inn í sem varamenn á einstaka fundi eða tekið sæti aðalmanna sem hafa hætt af einhverjum orsökum. Eins og bæjarfulltrúum kunnugt hef ég að gamni mínu gert það í nokkur ár að halda utan mætingar bæjarfulltrúa og ýmsar tölulegar upplýsingar úr bæjarstjórn. Þegar ég byrjaði á þessu var þetta smá handavinna, að fletta í gegnum gamlar fundagerðabækur, finna gömul skjöl einkum á byggðasafninu frá árunum 94 til 2000. Eftir það hafa nánast allar fundagerðir verið færðar í tölvu og má finna þær flestar á heimasíðu sveitarfélagsins. Nú því lítið verk að viðhalda þessum upplýsingum, en að mínu mati það jákvætt og gott fyrir söguna að til sé yfirlit sem auðvelt að nálgast og vinna úr töluleg gögn ef á þarf að halda. Ég vil því á þessum síðasta fundi mínum fá að afhenda bænum þessar upplýsingar og þann gagnagrunn sem þær byggja á. Þetta í raun bara einfalt Excel-skjal sem merkt inn á eins og í bekkjaklöddunum í gamla daga. Og svo yfirlit síða sem sýnir yfirlit yfir heildarfjölda þeirra funda, bæjarfulltrúar sem setið hafa lengst. Í skjalinu ennfremur fært inn upplýsingar, dagsetningar, tiltekinna funda, til dæmis þegar þeir hitta á heila 100, sett inn skýringar ef ekki hefur verið full mæting á bæjarstjórnarfundum og athugasemdir þegar eitthvað sérstakt hefur átt sér stað á fundi eða atvik sem vert að muna eftir. Ef vilja til að nota þetta áfram og safna þessum upplýsingum áfram á einn stað, má nota þetta skjal áfram
til þess allavega þangað til að betra forrit verður fundið í þeim tilgangi. Leið og ég færi forseta þetta sem gjöf ásamt kubbnum til sveitarfélagsins, þá þakka ég fyrir mig og óska Reykjanesbæ allsins besta í náinni framtíð. Elínrós Bjarnadóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Gaman að sjá hvað eru margir gestir inn í dag. Ég held að aldrei verið svona margir frá því að ég byrjaði hérna í bæjarstjórn. En ég búin að vera hérna í 4 ár, eins og þið flest vitið. En mér langar að segja ykkur frá því að ég gleymi því aldrei þegar ég fekk símtal árið 2014 og var spurð hvort ég hefði ekki áhuga á því að fara í framboð. Þetta var svo óvænt og það fyrsta sem ég hugsaði var Guð, en ég veit ekkert pólitík og ekki fræðilegu möguleiki að ég geti staðið í pontu og talað eins og Ísak gerði svo listilega hér áðan, ekki einu sinni með blaðasnifsi fyrir fram að sig og talaði örugglega í nokkra mínútur. Mér var þó kennt það í uppeldinu að grípa tækifærin þegar þau gefast og að ég geti í raun gert allt sem ég langar til og að ekkert og enginn fullkominn. Þó ég hafi nú ekkert sérstaklega verið að stefna í þessa átt, þá ákvað ég að slá til. Ég sé sannarlega ekki eftir þeirri ákvörðun því það hefur verið mjög gefandi að starfa í þágu bæjarbúa og ég veit að við höfum leyst þau verkefni sem fyrir okkur lágu mjög vel. Ég fekk tækifæri til að starfa sem bæjarfulltrúi, formaður fræðsluráðs og varaforseti bæjarstjórnar. Fyrst sinn var þetta mjög erfitt þar sem við þurftum að taka mjög dramatískar ákvarðanir til þess að koma skuldastöðunni í betra horf og má þar til að mynda nefna stjórnsýslubreytingar sem kröfðust uppsagna og róttækra breytinga. Þessar breytingar voru þó nauðsynlegar og hafa sannarlega skilað góðum árangri. En ég ætla ekki að telja upp allt það sem var gert og ekki gert, heldur langar mig að nota tækifærið og fara yfir það hvernig ég upplifði þessi 4 ár. Það má segja að þetta hafi verið eins og að vera í rússíbana. Því að flétta saman fjölskyldulífi, flugfreyjustarfi, jógakennslu og pólitík getur verið ansi fjörlegt. Einnig kom lífið með margar óvæntar uppákomur sem kröfðust mikillar vinnu, eins og veikindi, dauðsföll og barneignir. Ég ætla því að vera hreinskilin og segja það að þetta tímabil hefur verið ansi krefjandi. Það er ekkert grín að sinna þessu öllu með unga barn í annarri og allt hitt í hinni. Þrátt fyrir það þá hefur þetta líka verið skemmtilegt, gefandi, lærdómsríkt enda erfitt að fara í gegnum 4 ár í meirihluta með gömlum refum eins og Gunnari, Friðjóni, Guðbrandi og Kjartani án þess að læra mikið, mjög mikið. Eins starfaði ég með Árna í fræðsluráði og af honum lærði ég ekki síður mikið. Því miður þá lítur ekki út fyrir að meirihlutasamstarfi muni halda næsta kjörtímabil og þykir mér það mjög leitt. Auðvitað hefði það aldrei getað verið í sömu mynd, en það var mín von eftir kosningarnar að nýji meirihlutin yrði myndaður með sömu flokkum en einum öðrum flokki að auki. Samstarfið okkar í meirihlutanum eitt af því sem ég stoltust af. Í upphafi tímabilsins voru háværar raddir að þetta samstarf myndi aldrei halda. En hér erum við enn og okkar síðasta fundi þessa kjörtímabils enda litlar líkur á öðru en góðu samstarfi með konur eins og Kollu og Guðnýju innanborðs. En ég mun ríkari eftir að hafa kynnst þeim tveimur. En nú þessum þætti í mínu lífi lokið, því það ekki að fara að grenja. Já, hérna. Ok, hlaðast. Herðu, höldum við sáfram. En nú þessum þætti í mínu lífi lokið, því ég tók það ákvörðun að hægja aðeins á ferðinni. Jesús, Elínrós. Og gefa mér meiri tíma í það sem skiptir mig mestu máli.
Það má segja að það hafi verið stærsti lærdómurinn í þessi 4 ár. Ég þakka þeim sem að kusi mig inn í þetta ævintýri og ykkur öllum sem sitið hér í bæjarstjórn kærlega fyrir samstarfið. Sérstaklega vil ég þakka Gunnari fyrir einstakt tækifæri og ég óska komandi bæjarstjórn góðs gengis. Við sjáum svo vonandi á jógadínunni í framtíðinni. Öll, ást og friður, namaste. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er búið að vera gaman að hlusta á ræðurnar ykkar. Ég held nú ekki að hafa stór orð en mér langar nú að þakka Elírósu og Kristni og Árna og Böðvari og Ísaki og Kolbrúnu. En ég vil líka segja leið sko að þið sleppir nú kannski ekki alveg svona auðvitað. Við erum eftir að taka nokkuð símtölinn, það er nokkuð ljóst. Þegar maður horfir aðeins tilbaka þá er langt síðan ég Árni kynntumst. Þetta er að vera svo mörg ár að ég þori eiginlega varla að nefna töluna hérna, en þetta eru dálítið margir tugir, já, við tölum það, rifja það ekki upp. En ég held við hefum verið 14 ára þegar við hittumst. Búin að vera samferða víða, báði verið í Bandaríkjunum, báði verið í Vogaskóla, báði verið í menntaskóla og báði verið í kennaraskóla. Svo það heldur nú bara áfram held ég held að við leiðumst eitthvað inn í framtíðina. Það hefur verið rosalega gott að vinna með ykkur. Ég hef bæði starfað hérna sem framkvæmdastjóri hjá Reykjanesbæ. Ég held ég hef verið í 6 ár framkvæmdastjóri á Reykjanesbæ. Kynntist þar Böðvari ásamt fleiri góðum mönnum og síðan kom maður í bæjarstjórn 2010 og ég verð að hrósa ykkur öllum fyrir gott samstarf. Það er stundum rifist hátt og menn hafa ekkert verið að hlífa hver öðrum. En eins merkilegt eins og það er að menn gátu verið vinir leið og forsetinn var búin að slíta fundi að þá gengu menn saman út og fundi sameiginlegar lausnir. Þetta kjörtímabil hefur verið ótrúlega, ég veit ekki hvort það sé rétt að nota orðið, notalegt en svo hefur bara verið. Við höfum fundið lausnir á nánast öllum málum og unnið mjög þétt saman og yfirleitt lokið málum í bæjarráði það sem tók samkomulag. Ég vil taka undir orð Böðvars hér áðan að það hefur eiginlega verið þannig með flest mál okkar að við höfum náð samkomulagi og fyrir það bara þakka. Stjórnmál er ekki einsmannsverk, heldur er það sameinaður hópur sem nær árangri og mér finnst það hafa tekist þessu kjörtímabili og vonandi tekst það áfram. Ég vil ekki gera neitt upp á milli manna í þessu hérna, ég vil þakka öllum sem tóku þátt á þessu kjörtímabili sem er að líða. Þetta hefur verið oft á tíðum mjög erfitt og margar andvökunætur og þið þekkið það sem hafa verið í þessu lengi en leið hefur þetta verið skemmtilegt og finna það að við höfum verið að ná árangri. Og án ykkar hefur það aldrei tekist. Enn og aftur kærar þakkir og ítreka til ykkar að þið munu sennilega öll koma aftur einhvern veginn, hvort sem það er Elírós eða Ísak eða Árni, Böðvar eða Kristinn. Kærar þakkir. Ágætu bæjarfulltrúar, ég langar að leggja orðið í belg í tilefni þess að hér erum við eða sögum okkar allavega að kveðja þennan vettvang sem kjörnir fulltrúar og það eru þetta breytir ýmsu. Ég hafði mikla ánægju að ég að hlusta á þessa upprifjun sem að bæði Árni og Böðvar tiltóku hér í sínum erindum. Af því að ég hef nú eiginlega verið viðlóðandi allan þennan tíma með einhverjum hætti. Og ég minnist nú þess að því að Böðvar talaði hann kemur hérna 1994. Ég var aðeins vanþróskaðri heldur en hann eða óþróskaðri. Ég fór að máta mig við pólitíkina 1998 og settist á í fjölskyldu- og félagsmálaráð á fyrsta kjörtímabili
og var þá í 11. sæti en nautaðist þó einhvern tíman að þá að koma hér inn á bæjarstjórnarfund sem 11. maður á lista. Og það var gaman og lærdómsríkt og þá kynntist ég því að vera hér og ánetjaðist í raun og veru í framhaldinu eins og svo mörg okkar hafa gert. Ég kem hér síðan inn sem kjörinn fulltrúi á sama tíma Árni Sigfússon árið 2002 og var hér samferða í 2 kjörtímabil. Og ég eiginlega bara svona hálfdrættingur við, þegar maður fer að horfa á þessar tölur sem að Böðvar hafi safnað saman og ég vil þakka Böðvari sérstaklega fyrir það að hafa gert þetta. Þetta er auðvitað bara mjög dýrmætt fyrir sveitafélagið að eiga þetta, allar þessar upplýsingar sem þarna koma fram, en að lesa það að einhver einstaklingur hafi eytt tíma sínum í að sitja 451 bæjarstjórnarfund. Það er auðvitað alveg með ólíkindum. Hversu margir klukkutímar eru það fyrir utan alla bæjarráðsfundina sem menn hafa þá setið og alla nefndarfundina og allt þetta. Og þann tíma bara sem að menn hafa eytt í undirbúning. Þannig að þetta er alveg ótrúlega tala að Böðvar skuli hafa eitt svona stórum hluta að lífi sínu í starfi fyrir sveitafélagi. Og fyrir mig, þó að ég hafi verið að glíma við þessa gaura í lengi vel, þá mun ég sakna þeirra. Ég var farin að læra vel á það og ég vissi stundum þegar að menn voru, já, hann kemur með þetta núna. Þannig að við vorum farin að þekkja hvern annan. En það er bara besta mál. Við erum búin að þekkjast hér í langa tíma og við erum búin að hafa sameiginlega hagsmuni sem að, eins og Ísak nefndi hér, að bæta þetta samfélag. Og það er auðvitað það sem skiptir máli. Og það sem að mér finnst líka verðmætt í þessu, það er þessi vinátta sem að hefur orðið til í gegnum þetta. Við ákveðum það fljótlega að stofna hér bæjarstjórnarband og fórum að spila saman og það hafði líka áhrif á það að við náðum bara ágætlega saman. Mér þykir vænt þetta fólk sem ég hef starfað með hér og bara eins og með fjölskyldum hans, maður rífst undir við hana og maður unir því að fólk er ekki alltaf sammála en við höldum áfram að vera vinir samt sem áður. Þannig að þetta hefur bara verið heiður á því að fá að vera með ykkur hérna í þessari bæjarstjórn, þið allsömmul sem eruð að kveðja þennan vettvang. Ég hef getað leitað til flestra ykkar með eitthvað sem að ég hef þurft að vera velta fyrir mér. Bæði hér í bæjarstjórninni og líka bara í mínu einkalífi. Og það er auðvitað mikilvægt að slíkt sé til staðar. Árni Sigfússon er búinn að sitja hér í 303 fundi og hann er með næst mestu setu allra bæjarfulltrúa í bæjarstjórninni. Nei, 3. mestu. Þetta eru sjálfstæðismenn raða sér í topp 3 hann. Björk Guðjónsdóttir, fyrrverandi forseti bæjarstjórnar, hefur setið samkvæmt upplýsingum Böðvars í 328 fundi. Og þetta eru jafnframt alveg ótrúlega tölur að lesa fyrir þau sem að byrja hér þegar ég eftir að sitja hér í 400 eða 500 fundi. Ég er ekki viss að einhver hrísi hugur við því en það gæti vel verið. En þetta er auðvitað bara merkilegt að fólk skuli hafa eitt lífi sinni í þetta og ekki alltaf þetta hefur oft á tíðu verið vanþakklátt og maður hefur stundum látið vaða og hjólað í mann og annan en til þess erum við erum hér til þess að reyna að bæta samfélagið okkar, við erum hér til þess að fara vel með þá fjármuni sem sameiginlegu fjármuni sem að íbúar leggja af hendi til reksturs sameiginlegra mála
og það er auðvitað bara hollt og gott að við tökumst á og fáum mismunandi sjónarmið fram og það hefur svo sannarlega átt sér stað í gegnum tíðina. Það hefur líka verið ánægjulegt að þessu kjörtímabili hefur bæjarstjórn unnið nánar saman heldur ég oft áður og við í meirihlutanum bara ákvaðum að reyna til okkur þau vinnubrögð að hafa samráð við þá sem að setja hafi minnihluta með einum eða öðrum hætti sem að hefur gengið ágætlega í mörgum málum. Auðvitað erum við ekki alltaf sammála en þannig á það bara líka að vera. Nú ég ætla ekki að tefja þetta lengur. Mig langar kæru bæjarfulltrúar sem að eru að hætta. Þakka ykkur fyrir ánægjulegt og gefandi samstarf. Ég vil við lok þessa kjörtímabils þakka nefndarmönnum fyrir þá vinnu sem þeir hafa verið að inna af hendi fyrir og nest okkur í því sem að við höfum þurft að vera að taka ákvarðanir um. Ég vil líka þakka starfsmönnum sérstaklega fyrir það að hafa bara dugað í þau erfiðu verkefni sem að við höfum þurft að takast á við á kjörtímabilinu með bæjarstjórann í brúnni og hefur staðið sig einkar vel í þeim bardaga sem að við höfum verið að á þessu kjörtímabili. Og ég fer sáttur frá þessu kjörtímabili og ég vona að við gerum það öll, tökumst á við ný verkefni sem bíða okkar hvort sem þau verða hér innan bæjarstjórnar eða ekki, eða einhvers staðar annars staðar. Ég ætla að sitja hér aðeins áfram, ég ætla að reyna að ná þeim þessum köllum í mætingunni. Ég er samkvæmt mælingu hjá Bæjarværi komið með 241 fund, þannig að það eru nokkrir fundir eftir. En ágætu bæjarfulltrúar, við erum komin að lokum þessa fundar. Já, Kolbrún Pétursdóttir þurfti að yfirgefa fundinn vegna annarra verka, nauðsynlegra verka og ég átti að bera kveðju frá henni til ykkar og með þakklæti fyrir samstarfið. En við, ágætu bæjarfulltrúar, gerum því hlé á fundinu núna og göngum frá fundi.
Forseti, fundargerð 547. funda bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldin að Tjarnargötu 12, 5. júní 2018 klukkan 5. Viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elírós Bjarnadóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Ísak Erni Kristinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, Ásbjörn Jónsson Ritari og í forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál. Fundargerð bæjarráðs frá 17., 24. og 31. maí 2018. Forseti gaf orðið laust til máls tóku Ísak Ernir Kristinsson, Kjartan Már Kjartansson og Kristinn Þór Jakobsson. Fundargerðirnar samþykktar 11-0. Annað mál. Fundargerðir íþrótta- og tómstundaráðs frá 11. og 18. maí 2018. Samþykkt að taka inn í dagskrá bæjarstjórnar fundargerð frá 18. maí síðastliðinn. Forseti gaf orðið laust. Fundargerðirnar samþykktar 11-0 án umræðu. Þriðja mál. Fundargerð barnaverndarnefndar 14. maí 2018. Forseti gaf orðið laust fundargerðina, samþykkt 11-0 að vísa öðrum tölulið fundargerðina til bæjarráðs. Fundargerðina að öðru leyti lögð fram án umræðu. Fjórða mál. Fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 15. maí 2018. Forseti gaf orðið laust. Fundargerðin samþykkt 11-0 án umræðu. Fimmta mál. Fundargerð menningarráðs frá 17. maí 2018. Forseti gaf orðið laust til máls tók Baldur Þór Guðmundsson. Fundargerðin samþykkt 11-0. Sjötta mál. Fundargerð fræðsluráðs frá 25. maí 2018. Forseti gaf orðið laust til máls tóku Guðbrandur Einarsson, Ísak Ernir Kristinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Böðvar Jónsson og Friðjón Einarsson. Samþykkt 11-0 að vísa 7. tölulið fundargerðin til bæjarráðs. Fundargerð samþykkt 11-0 öðru leyti. Sjöunda mál. Persónuverndarstefna Reykjanesbæjar seinni umræða. Forseti gaf orðið laust. Persónuverndarstefna Reykjanesbæjar samþykkt 11-0 án umræðu. Áttunda mál. Stefna í málefni eldri borgar Reykjanesbæ 2018-2028 í fyrri umræðu. Forseti gaf orðið laust til máls tóku Guðbrandur Einarsson, Kristinn Þór Jakobsson, Kjartan Már Kjartansson og Baldur Þór Guðmundsson. Samþykkt 11-0 að vísa stefnun til bæjarráðs og til síðari umræðu það 19. júní næstkomandi. Níunda mál. Upplýsingatækni stefna Reykjanesbæjar fyrri umræða. Forseti gaf orðið laust til máls tók Kjartan Már Kjartansson. Samþykkt 11-0 að vísa stefnun til bæjarráðs. Tíunda mál. Slitafundur dvalarheimilis aldraðra Suðurnesjum 30. maí 2018. Forseti gaf orðið laust til máls tók Kjartan Már Kjartansson og Friðjón Einarsson. Fundargerðin samþykkt 11-0 og þar með frumvarpið á úthlutunargerð til slita félagsins. Til máls tóku Ísak Ernir Kristinsson þakkaði samstarfsfólki fyrir ánægjulegt samstarf á kjörtímabilinu og Árni Sigfússon fór yfir starfsemi bæjarins síðustu 16 árin og þakkaði samstarfsfólki fyrir ánægjulegt samstarf. Þá tóku máls Gunnar Þórarinsson og Kristinn Þór Jakobsson og þökkuðu samstarfsfólki fyrir ánægjulegt samstarf á síðustu 2 kjörtímabilum. Þá tóku máls Böðvar Jónsson fór yfir störf sín í bæjarstjórn Reykjanesbæjar og það breytingar sem hafa átt sér stað á bæjarfélaginu á þeim tíma sem hann sat í bæjarstjórn. Böðvar þakkaði ánægjulegt samstarf bæjarfulltrúa og starfsmanna. Þá tóku máls Elírós Bjarnadóttir sem fór yfir upplifun sína í bæjarstjórn og þakkaði samstarfsfólki samstarfið. Til máls tók Friðjón Einarsson og þakkaði samstarfið. Að lokum þakkaði forseti Guðbrandur Einarsson, starfsmönnum, bæjarfulltrúum og öðrum nefndarmönnum fyrir velunni störf á kjörtímabilinu. Fleiri ekki gert. Þeir sem samþykkja fundargerðina eru bennum að gera merki. Hún samþykkt 11-0. 547. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið.